Já, komið sælgótt fólk og verið velkomin í hlaðvarpið Söguskoðun. Andri Jónsson heiti ég. Ólafur Hersi Arnaldsson heiti ég. Og við erum hlaðvarpið Söguskoðun og við erum mættir hingað aftur á þessum ágæta júlídegi. Hvað segir Ólafur? Nei, ég hress bara, það er fínt að vera sumarfríi og gott veður og svona. Hittu þetta brasa? Það er alltaf eitthvað bras á sumrin. Þú ert ekki nýkomin úr ferðalagi svo hérna síðustu 2 þætti. Jú, ég er þetta nýkomin ferðalagi. Ég kerði til Finnmerkur, þannig að ég er nýbúin að kera ykkur 1500 km held ég eða meira, þannig að Mitt. var í Finnmörku og Finnlandi. Já. Þannig að það er nýkomin ferðalagi. Ég var þetta ekki bara að spá þig. Ég var að hugsa þess að þetta eru kommentaðar á þetta daginn að ég er að ferðast þá skoti mikið. Já. Því ég ætlaði mér eins og ég var að segja við, ég ætlaði náttúrulega að kera síðan til Oslo hérna á morgun en þetta er Drammen, en verður þetta ekkert úr því það fara að bíða. Þú ert náttúrulega líka svolítið að ferðast í vinnu erindum og svona. Jó, það er lutað þessu líka. Það er mitt. Já, ég er líka nýbúin að vera að keyra hér mikið og hérna, þá er nú gott að hafa eitthvað gott að hlusta á þegar maður er að keyra. Já, algjörlega. Það er nú, maður hefur nú heyrt það frá fólki að það eru margir hlustendur sem hlusta á hlaðvarpið í bílnum. Já. Það er kannski einhverju hlustendur að keyra núna í sumarfríinu sínu að hlusta á okkur. Já. Fyrst og gott spjall. Það byrðu heils í bílinn. Já. En já, við erum hlaðvarpið Söguskoðun, við ræðum hér sögu og söguleg málefni og sagfræðileg málefni hér í hlaðvarpinu. Við vorum nú hér í síðasta þætti að ræða saman eitthvað. Hvað vorum við að ræða saman áttu síðast? Danmörk Svíþjóð. Já, Danmörk Svíþjóð, einmitt. Mjög áhugavert málefni og við ætlum nú að reyna að þetta verður ekki síðast áttunum fyrir sumarfrí. Við erum náttúrulega hlaðvarpið tekur sér alltaf sumarfrí en það fylgjum við hinu akademíska skóla ári þannig að við förum í sumarfrí fljótlega, það er ekki alveg komið að því. Já. En við ætlum að ræðum afar áhugavert málefni í dag. Við ætlum að ræða þess Íran í dag og írönsku byltinguna. Já. Og ég verði eiginlega að segja að það er svo áhugavert að þegar ég talaði við þið síðast og þegar við komum saman hér síðast og við ákvaðum að næsta málefni yrði íranska byltingin þá var það einmitt bara í vikunni sko þegar að þessir atburðir voru eiga sér stað í Íran þegar Ísrael var að bomba og ég man ekki hvort að Bandaríkjamenn voru búnir að bomba á þeim tímapunkti eða hvort þeir voru að spá í hvort þeir ætlaðu að fara að bomba. Já. Einmitt. Og þá voru ég að hugsa sko hvort að það væri nú bara líku við sko ekkert útséð með það hvort að það væri ennþá klerkastjórn við völd sko þegar þátturinn kæm út. Einmitt. Já, einmitt. Það er svo flókið með þetta, svo erfitt að reyna eitthvað að dæma það, hvað er og hvað ekki, eins og mér ást áhugavert líka á þessum tíma þá byrtist svo allt í einu byrtist, ég hafði aldrei heyrt hann áður og vissi ekki ég vissi ekki einu svona af honum að hann fyrir krónprins þá innan gæsaleppa réttborinn erfingi írönsku krúnunnar. Allt innu voru viðtöl við hann Pahlavi. Já. Man ekki hvað hann heitir fornafnin allavega. Þar sem hann var settur fram sem einhvern veginn talsmaður útlaga og þeirra sem hafa flúið frá Íran og búa þá einmitt, utan Íran, svo er að gagnrýna aðstæður þar og hann var sett fyrir svona talsmaður þeirra sem er mjög áhugavert, ég hafði aldrei heyrt hann og þá var ég líka mikið að hugsa þessa Pahlavi fjölskyldu sem stýrði nú þarna áður en klerkastjórnin tók við og byltinguna og mér fannst mjög sérstakt að það var verið að tala við hann því pappans var nú ekki vinsæll og þannig ástæða fyrir því að hann var nú hrakinn frá völdum. Og mér finnst þetta ótrúlegt ef klerkastjórnin yrði hrakið frá völdum og svo myndi við velja þennan mann til þess að taka við. Ég ekki trúi að það geti gerst. Það er engin áhuga því maður. Það er engin áhuga. Þess var svo áhugavert að hann var að birtast sko Fox News, Jerusalem Post, hvort að Reuters voru líka að vísa í hann. Þú veist, það var svona hinir og þessi fréttamiðlar. Mjög sérstakt. YouTube. Og líka sko, ég googlaði að því að hann þeir heita allir að sama þessi gaurar sko. Sagt, þessi gaur heitir Reza Pahlavi og pappas heitir sko Muhammad Reza Pahlavi sem er keisarinn sem var steypt og pappi hans hét sko Reza
Reza Shah, hann kallaði Reza Pahlavi líka, sko, þeir heita allir það sama, sko. Þetta er allir það sama, já. Nema bara hann í miðjunni, sko, er Muhammad líka. Já. Og ég sem sagt googlaði bara Reza Pahlavi eða Reza Shah Pahlavi og þá fæ ég bara niðurstöðu frá þessum krónprins í útleiðinni að því hann er búin að vera svo mikið í fréttunum núna, sko. Já. Og fullt af vídeóum það sem hann er að biðla til írönsku þjóðarinnar með núsi tækifæri til að rísa upp gegn klerkastjórninni og tali svo hann sé ykkur svona agalegur talsmaður frelsis og mannréttinda og eitthvað svona, sko, sem getur vel verið að hann sé, sko, hann er það örugglega já, getur vel verið en pappas var það ekki. Nei. Og þetta er ljótt svo sem að dæma með fyrir syndir feðrana en syndir feðrana voru mjög stórar í þessu tilfelli þannig að hann er ekki að fara að komast frá því kallinn. En svo getur maður spurt sig, sko, ef maður væri hann, sko, hvað getur maður annað gerst? Maður verður að gera þetta því þú ert líka, sko, svo ég stundi talaði hérna oft sagt þetta í pláspilni þegar þú ert með þessa löngu línur, skilur við, sem er svo áhugavert. Bældi, þú ert hérna réttmætur erfingi íranska keisarakrúnunar og sko það hvílir á þér 2500 ára byrði að endur þessa krúnuna, sko. Já. Það er alveg þungur baki. Það er mikil byrði. Grey kallinn. Nei, ég held að sé ekki mikill áhuga á honum, kallgreinu. Get ekki trúið því að það sé mikill áhuga fyrir því að fá hann aftur og þú getur ímyndaðir að það væri, sko, einhver mótmæli, sko, gegn þú veist, kommunistastjórnin í Rússlandi eða eitthvað og síðan var einhver afkomendur Róman og hana eitthvað nákvæmlega að þú veist, í útlegðu einhverstaðar, sko, að tala að nú ætlum þeir að fara að koma aftur, sko. Já, það er ekki alveg að gera sig. Nei. Eða núna í Þýskalandi kemur ykkur Hohenzollern. Já. Nú er tækifæri. Þetta er fyndið. Já. Nei, en þetta er mjög áhugaverðir atburðir íranska byltingin 1979. Við ætlum að tala um þetta í dag og við ætlum kannski líka að tala um þá einmitt svona hluti sem tengjast þessu aðdragandanum að þessum atburðum og kannski líka hluti sem tengjast eftirmálunum en ég held að maður átt að segja ekkert alltaf á því og ég hef ekkert, skal alveg viðurkenna það að íranska byltingin er ekki eitthvað sem ég hef verið að hugsa um á hverjum degi síðastliðin 20 ár. Nei. Og svona þegar ég fór að kynna mér þetta eins og lesa um þetta og spá aðeins í þessu núna þá auðvitað verður maður nú að viðkynna það að þetta er opbáslega merkilegur atburður fyrir heimsöguna og fyrir sögu svæðisins Miðausturlanda. Þetta er auðvitað atburður sem að gerbreytir heimsmyndinni í Miðausturlöndum og hefur alveg gríðarlegar afleiðingar sem að einhvern veginn verða til þess að búa til svona það umhverfi, svona pólitíska og menningarlega umhverfi svona sem að við höfum lifað við allavega okkar líftíma í tengslu við Miðausturlöndin. Algjörlega. Og þetta nátengt fyrirbyrðum sem við erum alltaf að heyra eins og Hamas, Hezbollah, Hútíarnir núna, Assad í Sýrlandi. Allt þetta tengist náttúrulega auðvitað þessari írönsku byltingu og þess vegna hefur þetta náttúrulega gífurlega áhrif á Miðausturlönd og náttúrulega þann dag í dag og auðvitað náttúrulega líka sem við sáum núna náttúrulega þetta sem þið kalla núna er ekki 14 daga stríðið milli Ísraels og Írans. Já, er það 14 núna? Trump sagði sko 12. Já, það var að 12 kannski, það getur vel verið að það verið 12. Ég man ekki hvað var því marga daga. Trump náttúrulega sagði þarna 12 day war, sko, kallaði hann það. Jú, passar það ekki 6 daga stríðið og það var núna 12 daga stríðið. Já. Það er líka svolítið áhugavert svona því að við erum að tala um söguna, sko, eða sakfræðina hérna í hlaðarpinu og svona að þú veist, þannig erum við að sjá söguna svolítið gerast fyrir framan augun á okkur. Já. Og þú veist, og við lifum auðvitað þannig tímum að við getum verið inn á samfélagsmiðlum og fylgst með öllu gerast bara í rauntíma. Já. Og séð bara sko, þú veist, maður sér yfirlýsingarna frá forseta Bandaríkjanna koma beint frá honum áður en þú lest þær í fréttunum og síðan kveikir á kvöldfréttunum sko bara til að fá svona þeirra teika á það sko. Já, mitt. Þegar mörgum tímum og eftir. Já, það er alltaf ótrúlegt að það sé raunveruleikinn.
Þetta er þetta svo mikið bylting og ég held að við gerum okkur ekki almennilega grein fyrir hvað þetta er mikið bylting að þú getur verið að fylgja til dæmis Trump á Truth Social eða X eða hvað það er og það bara, þú veist, hann getur tala bara beint við hvern og einn. Já. Það er náttúrulega alveg einstætt og þetta sjáðu það sama. Þetta til dæmis bjargaði Erdogan á sínum tíma þegar að tyrkneski herinn reyndi að gera byltingu gegn honum, reyndi að steypa honum. Að þá notaði hann samfélagsmiðla til þess að koma sínu boðskap út og sína það að hann var ekki búið að fella og hann var ekki dauður. Nei. Og það var allir að hluta því sem stoppaði þá byltingu sem er ótrúlegt, þú veist, án þeirra samfélagsmiðla þá er miklu líkur á því Erdogan sem er nú með hræðjataka á tyrknesku samfélagi í dag að hann hefði þá einfallega fallið í mörg ár síðan þetta var. Og þess vegna alltaf sjáum við það auðvitað í dag, það er sama með mikið af þessu stjórnmálumönnum og sérstaklega þess að kunna að nota samfélagsmiðla, þeir eru geta beislað þarna töluvert vald og beislað ákveðna krafta. En þetta er áhugavert að í tengslu við það sko að einhvern veginn svona upplifunin sko að sagan sé að gerast fyrir fram að nefið á þér að þú veist, maður er að lesa einmitt, þú veist þessir atburður eftir að Bandaríkjamenn voru að bomba í Íran svo núna fyrir 2 vikum eða 3 vikum eða eitthvað sko þetta er eitt af þessum atburðum þegar maður fer inn á fréttamiðlana og inn á X og refreshar bara til að sjá, þú veist, er þriðja heimsstyrjöldin byrjuð, skilur eða þú veist, er komið á nýtt stríð í miðausturlöndum og svona og það var mjög mikið svona mjög antiklæmaks þegar að þetta var svo allt í hennu var bara búið og svo kom bara einhver svona gúrkufréttir það er alveg rétt, það var mjög sérstakt líka en þú veist, að sjá sko, þú veist að refresha og svo kemur Trump og segir sko, já, heyrðu, það er vopnahlé og núna er sko 12 daga stríðinu lokið og þú sér bara, skilur, þú veist ok, þú veist, nú er bara búið að búa til eitthvað sögulegan atburð sem heitir 12 daga stríðið skilur, og auðvitað fyrir þá sem að Trump sko, hvernig sko svona karakter hann er auðvitað fyrir taugarnar á mörgum og meðan annars mér sko, þannig að fyrir auðvitað taugarnar á mann, hvað djúsis hrókir þetta í erum, en ég held að sé samt alveg þannig að núna verður þetta bara þekkt sem 12 daga stríðið sko. Já, öll líkitum. Heldur það ekki? Jú, ég held það. Og síðan líka það sem ég sá áhvertu við þetta líka og það sé flækjur út af hlutina er að það er heldur ekkit sömillið þess að benda á það er ekkit tilvílun að þetta gerðist þarna því ég man ekki hver var sem sagði það í bandaríkjumenn og í bandarískri pólitík þá getur menn ekki talað og tukið tyggju á sama tíma. Það getur bara gert annað. Já, okay. Og það er svolítið þannig í bandarísku stjórnmálum að það er eitt mál í einu og það er heldur ekki tilvílun að ok, það farið þarna inn, það er sprengt reyna að klára svolítið þetta Íransmál því hvað kom síðan í kjölförðu á því þetta Big Beautiful Bill og það er það sem skiptir mestum máli í Bandaríkjunum og Bandaríkjumönnum almennt sama og það er að fólk gerir sér ekki grein fyrir því hvað Bandaríkjumönnum er drullu sama heiminn. Þú veist, í elitenni Bandaríkjunum eru þetta að spá í eitthvað hvað gerist í Íran og svona en meðal Bandaríkjumanna er drullu sama hvað gerist út í heimi og vill bara vera í friði í Bandaríkjunum og bandarísk stjórnmál það er miklu stærri frétt og mikilvægara að keyra þetta fjárlagafrumvarp í gegnum þingið sem tókst núna og þá var mikilvægt fyrir Trump og elituna í Bandaríkjunum að ok, reyna að klára svolítið þetta Íransmál þannig að maður þurfi ekki að vera að díla við það á sama tíma sem þessi stóri slagur var eiga sér stað og þá sér maður líka hvernig sko innanlands stjórnmálinu til Bandaríkjunum er að hafa áhrif auðvitað og utanríkismál og það er ákveðið, heyrðu, við förum hann inn og sprengjum, segjum að við erum búin að klára þetta losa okkur hann við ógnina ok, núna gefum við skít í Íran núna lítum við bara á heimilismálin heimilisbókaldið já, nú lítum við á það, heimilisbókaldið hættum þessu rugli þarna já. En svo er þetta þannig í alþjóða stjórnmálum og í pólitíkinni að þú getur ekki leyst svona mál. Þú getur komið stað einhverjum, samkomulagi sem þetta er að lifa með, þú getur ekki leyst það. Nei. En sko ég var nú viðkynna það að þú svona atburðir hefðu alveg geta eskalerað að því sko mér finnst þessir atburðir sína í rauninni sko eiginlega hvað rússar eru veikburða sko
vegna þess að sko það sem hefði geta gerst þarna sko að til dæmis ef að Rússar hefðu verið búin að sigra í Úkraínu og væri voðalega, þú veist, svona kokki og flottir á því, sko þá hefðu þeir geta sagt þarna við Írani, sko, sem eiga að vera svona þeirra hálfgerði svona bandamaður, sko Íran búin að vera að hjálpa þeim í Úkraínu og svona þú veist, þá hefðu þeir geta sagt þarna, sko, svarið þessu, við bökkum ykkur, sko, eins og þau gerðu við Serbíu í árið 1914 og sko að því að auðvitað það sem að Íran náttúrulega gerði þarna sko var náttúrulega þeir sáu auðvitað sko við erum ekkert að fara að sigra Bandaríkin og Ísraelin einu stríð, ég meina eina sem gerist ef við svörum þessu að þetta mun vera til þess að okkar ríkisstjórn mun falla á einhvern hátt, fattarðu og þá auðvitað svaraði þeir þessum árásum bara með að gera þarna þessa symbolísku tóken árás þarna í Katar, skilurðu en ef að Rússar hefðu verið til mis að bakvið með þeim og geta sagt sko, þú veist, nú bombið flugmóðskipið þarna út í Persaflóa og þetta verið Pearl Harbor 2 sko við bökkum ykkur sko sko það hefði þetta ekki verið svona típist svona hvernig heimstyrjöld byrjar sko heldur það ekki? Já, það hefði ekki orðið eitthvað þannig en síðan það sem svo áherslu þetta líka sko hagsmunandi því náttúrulega Rússar auðvitað græða á því að ef til dæmis það er brotist út stríð og olíuverð hækkar þá náttúrulega fá þeir með ríkskassan og þeir náttúrulega græða náttúrulega á því að Ísrael hafi notað svona mikið af eldflögum að því að Bandaríkin það sem að mann verður líka aðtöða með Bandaríkin að Bandaríkin hafa sérhætt sig í gæðum og ekki magni þannig að þeir eiga takmarkað af vopnakerfum og ef Bandaríkjamenn þurfa að velja á milli Úkraínu eða síns ástkæra Ísraels þá þeir alltaf að velja Ísrael eins og hefur verið að gerast núna. En myndirðu samt ekki segja að þú veist Rússar eru algjörlega búin að sýna það að þeir eru ekki, þeir eru búin að missa all ítök í Miðausturlöndum, ég meina þeir tókst ekki komið í veg fyrir fall Assads. Nei, það var mikið tap fyrir þá og þarna bara verið að gera bara árás á þeirra bandamann Íran og þeir bara horfi í hinn áttina og láta þess ekkert sé sko að þeir hafa heldur ekkert bólmagn til þess að blanda sér í það og við sjáum að við líka meira segja Azerbaijan og Armeníu þau tvö ríki hafa verið að fjarlægast Rússland, núna bara síkast við en síðan náttúrulega líka það sem er mjög áhort við þetta sýnir samt líka kannski veikleika Kína því megnið af olíunni frá Íran fer til Kína 70% af olíunni ég held að 70% af kínverskri olíu komið frá Íran þannig að Kínverjar til dæmis vildu náttúrulega alls ekki stríð því það er mjög viðkvæmt fyrir þá að missa olíuna að því kínversku efnahagur stendur mjög illa núna en þá sér maður náttúrulega líka það er svo margir þættir og svo náttúrulega veit maður heldur ekki hvað er á bakvið tjöldin og hvað er að gera til dæmis, það var áhugavert, það var einn sérfræðingur sem var til þess að veltaði fyrir sér hvort það eina ástæðana fyrir því að Trump hafi ákveðið að fara hann inn og varpa þessum sprengjum það verið svo að koma í veg fyrir til þess að Ísraelar myndu auka ennþá á hernaðarbröldu og jafnvel mögulega nota kjarnorkusprengjur kannski mjög ólíklegt að Ísraelar myndu nota kjarnorkusprengjur gegn Íran en við vitum það náttúrulega að Ísraelar búa yfir slíku sprengjum og það eru einu vopnin sem Ísrael hefði getað notað til þess að taka út þessi kjarnorkuframleiðslu Írans. Það hefði nú ekki farið vel niður í fólk, held ég. Alls ekki. Ég held nú að, þú veist, ætlar að nota kjarnorkusprengju til að koma í veg fyrir að eitthvað annar búið sér til kjarnorkusprengju, þá ertu nú pínu svona double standard, sko. Algjörlega. En þú getur samt kannski fært rök fyrir því ef þú veist að það er eiginlega enginn þarna, því ég gerur ráð fyrir að þessi 3 staðir sem man ekki hvað heita sem Íran voru að með kjarnasins þar sem kjarnin af kjarnorku áætlun Írans var þannig að það eru lítið af fólki það eru mjög afmörku svæði þannig að þú getur fært rauk fyrir því að þú ert ekki að varpa kjarnorkusprengju á borg heldur á herstöð en ég er alveg saman að þú veist það er alltaf mikið sem þar til en svo náttúrulega ef þú ert örvendingafullur það er alveg þekkt í sögun þú veist hversu oft hafa menn ekki byrjað stríð og mist tökin og Íran-Írak stríði er mjög gott dæmi það sem Saddam Hussein sá fyrir sér að já við rúllum bara aðeins inn og smá stríðstrákar og svo erum við búnir. Já. Herru, við ætlum að kafa hann í söguna hérna.
við ætlum að særa Íran og þetta nú ekki fyrsta sinn sem stórveldin hafa verið að skipta sér að málefnum Miðausturlanda það auðvitað eitthvað sem hefur gerst áður á síðustu öld og þar síðustu er ekki Jeffrey Sachs hann hefur mikið að skrifa bækur og verið hann hagfræðingur og er mikið að tjá sig alþjóðamál og svona, hefur verið að vinna með hinum þessum alþjóðastofnunum og stórt nafn í alþjóðapólitík og hagfræði og svona minnum að hann hafi sagt að öll vandamál heimsins er hægt að rekja til breska stórveldisins og Íran er gott dæmi það Já, það má segja það að því að sko að þú bólar alveg aftur til byrjun 2000-aldar að þá erum við að sjá Íran sem svona vettvang þar sem að einmitt rússneska keisaradæmið og breska heimsveldið er að seilast til áhrifa þá voru nú rússar með aðeins meiri ítök heldur en þeir hafa í dag og höfðu seinni hluta 20. aldar Rússar höfðu meiri segja áhuga á því lengi að komast í olíuframleiðslu Írana í norður Íran og gáði það nú eiginlega ekkert upp fyrir bara eftir seinni heimsstyrjöld sko og sko Íran, þetta er náttúrulega stórmerkilegt land sko, þetta er náttúrulega bara Persía og þetta er svo rosalega forn menning sko þetta er svo Íranir eða Persar voru náttúrulega bara stórveldi en það skilur þegar við vorum bara ekki til sko og þetta er auðvitað þó svo að það hefur verið svona söguleg tímabil við tölum til þessum Safavítana hérna og mjög áhugavert þá er þetta samt svona eiginlega hinn forna Persía er að miklu leyti sko bara það sem er í dag Íran sko kjarnasvæðið bæði sko landfræðilega svona fyrir utan náttúrulega það sem að Persaveldi lagði undir sig heimsveldið sko þá er það skilur það sem í dag er Íran er ennþá bara það sem var Persía í fornöld og þú veist þetta er í rauninni sama þjóðin ef þannig má segja það svona siðmenningin skilur svona upp á því marki sem að maður getur sagt þetta sé sama fólki sem hefur bara þróað tungumálið þetta er ólíkt öðrum fornaldarsamfélögum eins og til dæmis Egyptum eða þú veist Rómverjum eða Göllum eða Fönikum eða bara allt basically bara allir nema Persar og Grikkir hafa í rauninni svona blandast öðrum og skipst út einhvern veginn samsetning þjóðarinnar sko eða fólksins eða menningarinnar þá meðan Grikkir og Persar eru svona í rauninni sama fólkið sko ég get að segja það Jú og getur meira að búið það saman að það er sem áhvert með Grikkinu þeir eru auðvitað skipt trúu gerst kristnir en það er sama fyrirbrigði sem sér hjá Persum þeir tóku Íslam á sínum tíma og svo, en það sem er svo sérstakt líka við Persarnir þeir þróa sig með sér náttúrulega á sína eigin tegund af Íslam sem er sér síaismi og það er notabene að það nákvæmlega sama og Grikkirnir gera sko Já, með réttrúnarkirkjuna Já, að það kemur inn í þetta þessi svona við erum þetta þessi forna siðmenning skilur við látum ekkert einhverja barbara stjórn okkur þar sko Já það sé kannski svolítið en það er einmitt þetta sko Íranir eða Persar ólíkt náttúrulega Egyptum og öðrum náttúrulega mistu ekki tungumálið sitt og mistu ekki einhvern veginn svona þess að tengsl við söguna sína við það að taka upp Íslam heldur eins og þú segir, mynduðu svona sína eigin versjón að því sko og til dæmis bara eitt gott dæmi í sunni Íslam og í hinum arabíska heimi er náttúrulega stranglega bannað að gera stranglega bannað að búa til einhver sko styttur og mála og eitthvað slíkt, þú mátt ekki gera myndir af neinu lifandi á meðan að því var aldrei fylgt almennilega í einmitt Persíu þannig að Safavítar og Shía múslimar og það eru til dæmis handrit mjög fallega myndskreitt og málverk og allan á svona listaverk sem ekki eru til í hinum arabíska heimi og hefur alltaf verið mikil andstæð á milli araba og persa en það er þannig að sko sunni
Íslam og Shia Íslam eru mikið meira andstöðu hvort annað og mikið meira deilur þar á milli heldur nokkuð tíman eitthvað sunni á móti kristnum eða hvað það er. Já. En það ríki sem Sádi-Arabía hattar mest í heiminum náttúrulega Íran og það ríki sem Íran hattar mest í heiminum ekki Ísrael eða Bandaríkin heldur Sádi-Arabía. Já. Sem mjög áhugavert. En það einmitt þetta, þú fékkst þetta sér fyrirbrigði þarna, þetta Shia Íslam auðvitað í Íran, en það sem ætla líka hluta af sögu Írans af því að við tölum Safavíta og allt það að það ríkir náttúrulega síðan þegar það leið undir lok að það átti sér stað náttúrulega ákveð upplausna tímabil. Já. Og til dæmis Íran sundraðist alveg og var ekki sameinað aftur fyrir hann rétt fyrir 1800 í sameiningarstíðinu þess að Íran var þá hvort það var eitthvað 10-15 ríki eða eitthvað slíkt og hægt og rólega upp úr því síðan og á 19. öld að þá var jú aftur mynda þetta Persaríki eða Persja og þessi Kadjar stýrðu en það var rosalega veikt ríki og þeirra ríkisvald náði ekkert út fyrir Teheran, höfuðborgina. Nefnitt. Og svo voru þeir náttúrulega síðan á milli þá þessara tveggja öskunar og eldsins sem var þá Rússland í norðri og England í suðri. Já. Og hluti á þessar stórvelda pólitík og það sem líka mikilvægt að gera sér grein fyrir þá að þegar þessi Kadjarprinsar falla þá rétt eftir 1900 þá á sér stað ákveður svona upplausna tímabil í Íran þessi Íran að reyna að komast að því svona að finna út til hvers konar ríki átt að vera því til dæmis ég verður svo vönið þegar verið að tala ríkja það verið að tala eitthvað ríkisvald að það sé til dæmis einhverjum sem innheimta skatta það einhverjum sem að sinna hínu og þessu þú þurfur að sækja einhver leyfi til þess að gera eitthvað en til dæmis í þessu Kadjar ríki það var ekkert ríkisvald til staðar. Þetta var náttúrulega bara svona lénskerfi þeir voru náttúrulega bara með eitthvað höfðingja og landeigendur og eitthvað sem að og þeir gerðu bara það sem þeir vildu þannig séð og bara svona í orði samþyktu þennan Shah eða konung í Teheran en síðan alltaf svo áhugavert líka síðan kemur alltaf þetta breska heimsveldi og til dæmis ég var að lesa að Lord Curzon ekki borið frá þannig hann vildi náttúrulega gera Íran hluta að breska heimsveldinu og skrifaði mikið þetta og vildi leggja Íran heila undir sig og spillingin í Íran var meira sér slík að Shahin á sínum tímum með því hann náttúrulega hafði engar tekjur eiginlega að hann seldi Bretum engarétt að því að byggja allar járnbrautir og hafnir og bara nefndu það hvað fengi ekki engarétt á og meira sér Lord Curzon sagði þetta væri bara eitthvað stærstu svik eða stærstu einstöku svik sem nokkur maður hefði ímyndað sér að gera við þjóðina sína við þjóðina sína. Já. En þetta auðvitað því við erum að tala imperialisma náttúrulega að náttúrulega Íran eins og segir þetta var ekki hluti af breska heimsveldinu en svona beint eins og nýlenda en var það samt svona eiginlega og þetta alveg svona út af þessum efnagslegu tengslum sem voru svona hvað heitir þetta þessi nýji imperialismi þetta náttúrulega alveg bara nýji imperialismi í hnotskurn eins og þú ert að lýsa því hvernig þeir höfðu svona sterk ítök þarna og það auðvitað þessu aftur grundvallar auðvitað atrið í þessari sögu sem leiði síðan til þessara byltingar þarna 1979 og það er svo mikilvægt að líka hafa það í huga að til dæmis það að Bretar völdu að skipta úr kolum og yfir í olíu á sínum tíma þetta held ég í kringum 1904 1910 kannski og það var náttúrulega mikla deilur í Bretlandi hvort þetta gera þetta ekki því náttúrulega augljósa vandamáli náttúrulega engin olía í Englandi það heilmikið á kolum en olíunu þetta náttúrulega mikið skilvirkar eldsneyti þannig að það var ákveðið samt að skipta yfir og Íran var náttúrulega byrjaði að framleiða dálítið olíu og menn vissu að væri mikið af olíu í Íran þannig að það er náttúrulega stór hluta því af hverju Bretar voru svona harðir og ágengir einmitt. Svarta gullið og svo náttúrulega sérstaklega og það líka náttúrulega fyrir heimstyrjöld og þegar þeir leggja undir sér náttúrulega Mesopotamíu og hrekja náttúrulega Tyrkina þarna og brjóta þá alveg bakaftur og þegar þetta breska óargadýrið komur að kalla hann og þenjast ennþá meira eftir að vinna í fyrir heimstyrjöldin og nýlindist þetta alveg á fullu og þá náttúrulega var Íran náttúrulega lokað þá á milli þá Indlands í austri og Íraks í vestri
Já, og Bretar náttúrulega með algjör yfir á þarna sérstaklega þegar Rússland náttúrulega fellur frá já og þessi Katjar prinsum náttúrulega var síðan þetta bara steift náttúrulega út af spillingu og slíku og þessi Pahlavi fjölskylda kemur einmitt upp úr því að þú varst að tala nöfnin að þeim líka, það varst með það líka svolítið fyndið að hann Reza Pahlavi, hann fyrsti þarna hann kallaði sig líka Maxim og það var þá vísun í sko Maxim vélbyssuna því hún var hún sem kom honum til valda það verður þannig að þegar hann liti reisa eina af þessum glæsi höllum sínum heima héraði sínu það var svona risastór svona mósaikmynd af Maxim vélbyssu það er svo fyndið en þeir Bretar komuðu þetta mjög sterkt að því að vinna olíu þarna eiginlega frá því að það finnst olía í Íran þá eru Bretar komin þangað auðvitað með sitt know-how og það er stofnað þarna Anglo-Iranian Oil Company sem að var síðar að BP British Petroleum sem er Ollís, eða ekki? Já, er það ekki? og hérna þetta er það til já og sko man ég ekki sko dýllin sem að þeir gerðu við Íranina þarna þegar þeir voru að byrja að vinna olíun og stofnuðu þarna þetta fyrirtæki sko sem var þá þetta brest fyrirtæki í eigu Breta sem að og allir sem störfuðu við þetta voru breskir náttúrulega verkfræðingar og svona og þá gera þeir auðvitað díl við Íranir sko að þeir vilja náttúrulega auðvitað fá eitthvað fyrir sína auðlind einhver svona auðlindagjöld sko og ég man nú ekki nákvæmlega skiptinguna á því en mér finnst þess að ég hafi lesið eitthvað sko 84% 16% deiling af olíupenningnum sem kom út úr þessu að Íranir fengu ég þóru svo sem ekki hengja mig upp á en Íranir fengu, þetta var allan mjög slæmur samningur sem að lætur okkur sem að erum núna að rífast yfir veiðigjöldum og ekki skipta miklu máli. Nei, en það er líka áhört að því að það hangir alltaf líka saman með því að því maður líka spurt sig, þú veist, okkur af hverju samþykktu og svona lélegan samning en alltaf verður maður líka að hafa það í huga þarna alltaf voru leiðtogar sem höfðu til dæmis það var engin tekjuskattur þú varst með menn sem gátu ekki skattlagt neina verslun heldur vegna þess að ríkisvaldi var svo veikt þannig að þetta var eina tekjulindin Já, svo auðvitað líka er það alveg satt líka, ég meina það er Bretar að segja svo setna þegar menn fara að rífast yfir og svo nóg þeir fara að krefjast meira og Bretar að segja skilur, ég meina ef það væri ekki fyrir okkur þá væri olían auðvitað ennþá bara onni í jörðinni Algjörlega, já Það er alveg satt, skilur Það er alveg satt Bretar náttúrulega koma að og gera þetta Já, en það er mikilvægt auðvitað að benda á þetta vegna þess að þetta er náttúrulega síðan það sem var auðvitað bitabein og var viðkvæmt náttúrulega alveg bara frá því að byrja að vinna olíuna og allt fram til byltingarinnar og hvað voru Bretar að þá taka alltaf mikið af þessum olíuauð Einmitt og auðvitað náttúrulega skiljanlegt að fólk eru þetta reitt yfir því eins og, getur alveg sagt menn vera reiður í Íslandi yfir einum þessum ívilnunum eða hvað það er Einmitt Það er náttúrulega deilum alveg þetta svona auðlindir auðlindagjöld og kvótar og hvað það er En það eru þarna ákveðnir atburðir í sögu, svona pólitískri sögu Írans sem að þarf að nefna 1906 þegar verður þessi stjórnlaga bylting eða constitutional revolution eins og hún er kölluð þegar það er gert tilraun til að koma á þingræði og svona þeir sem eru svona sakfræðingar sem eru mest svona kritískir á breska imperialisman halda því fram að þar hafi Bretar komið í veg fyrir lýðræðisþróun í landinu svo er alveg örugglega ýmsar skoðanir á því en það tókst ekki að koma á þingbundinni konungsstjórn alveg þarna því að konungurinn þarna Reza Shah, pabbi Shah hann er svolítið svona eins og sonurinn reynir svolítið að vera reynir að stjórna svolítið og reynir að vera svolítið svona nútíma veiðalandið og svona en honum er síðan komið frá í stríðinu 1941 og mér samt þess að bara skjóta hérna það er áhugaverið hans bakgrunn vegna þess að hann kom frá Kákasussvæðinu og hans fjölskylda flúði undan þenslu Rússa
af því að þarna allt Kákasus eða norðurhluti Kákasus til dæmis, þetta voru megnunni til múslimar og hinn þessi ættbólkar sem byggu þarna og þetta fólk var þurrkað út í heimsvaldastefnu Rússa og til dæmis Sochi, það var alltaf að tala aðeins það þegar að Ólympíuleikarnir voru þar, þetta tilhyrti allt þarna Kirkasju fólkinu sem var eiginlega þurrkað út og var allt þurrkað út held ég í Rússlandi og það lifi bara eitthvað aðeins af því í Tyrklandi í dag og sumir hafa reiknað út að það hefði ekki verið þurrkað út þá getið þetta verið 30 miljónir manna þjóð í dag en allavega og hann flúði þá eða fjölskyldan hans til Írans og hann gekk þá til liðs við þessa Kósaka herdeild sem var í þjónustu og hvort það var ekki þá Katsjarprinsana einmitt í Teheran sem voru svona einhver 3000 manna herlið sem notuðu til að stýra höfuborginni þannig að það hans bakgrunnur, herinn og talaði alveg nokkuð tungumál en hann var alveg svona hálf ólæs spurning hvort hann hafi verið læs þannig að hann kemur alltaf bara svona hreinum hernaðar bakgrunni og er náttúrulega bara svona strongman bara svona sterkur stórkall úr hernum sem er þá að brjótast til valda og einmitt í einni bókin sem ég var að lesa þá talaði hann það líkt honum við Stalin að Stalin tók við samfélagi sem notaði viðarpló og skildi við sig samfélag sem bjóður kjarnorkusprengjunni og einmitt hann Reza Shah tók við samfélagi þar sem hafði aldrei verið stjórnsýsla í þessi 2500 ára sögu Írans af því það hefði bara verið þetta lénskerfi sem hún nefndir, eitthvað svona slíkt eða satrapi eða eitthvað neginn þannig fyrirbrigði en hann var svo fyrst þessi byggði upp nútímalega stjórnsýslu og kom einhverjum svona lögum og hérna stjórnuð þetta á þessu svæði sem er mjög áhugavert en hann eins og að nefna var síðan bólað frá hann til þá í seinni heimsstyrjöld það var að því að hann var þótti vera aðeins svo nærgöngull við nasistana og til dæmis að það er ekki tilvíðun að Íran og Ari það hangir saman en það var Persíu breytt í Íran árið 1934 og já, það var þá, ég var einmitt að reyna að rifja upp hvaða ár það var 34 það var 34, já og það er ekki tilvíðun Adolf Hitler náttúrulega að tala um Arianna og þeir eru búin að taka völd þarna 33 og töluvert að Írunum eða þetta valdaeldur hafði náttúrulega verið mentuð í Evrópu og ekki minnst í Þýskalandi þannig að það var alveg tengst þangað þannig að það hangir saman sko en þetta er hvaðan kemur aftur þetta orð Ari, þetta veit það ekki þeir komu upprunnilega frá Indusdalnum var það ekki, Ariarnir Já, það er svona óvíst hvaðan þeir koma en það er ofta tengdi við þetta svæði kannski í Íran hásléttunum þar en það er alltaf mjög umdeilt í indverskri sögu hvort Ariarnir hafi komið frá vestan og lagt undir sig Indland sem ég held að hafi gerst en Indur er að vilja margir hverju alls ekki heyra á það minnst því það er algjört eitur fyrir þeim og hafa lagt undir sig en Ari held ég að þýði aðalsmaður eða göfugur já og hafa verið þetta er bara svona fólks þetta er bara eins og gautar eða gotar eða hvað það er já svo náttúrulega hefur náttúrulega alltaf verið tengst við þetta náttúrulega ákveðin eitthvað svona góðsagnir og náttúrulega svolítið það er mjög erfitt náttúrulega að ræða Aría vegna þess að það er svo gildislaðið út af auðvitað kynþáttahyggju en það er náttúrulega þetta nasista dæmi hefur nú þú veist þá náttúrulega mjög veikar stóður að styðjast við sko Nei, þetta er náttúrulega indóevrópskt fólk og til dæmis persneska indóevrópskt tungumál eins og íslenska Já, en ég meina sko það meikar sens að sko Íranir kalli sig sko Íran og tengist sér við Aría skilur en þetta með að nasistar sé að nota orðið Arí fyrir sko Germani það er meira svona langsótt sko Já, en ég man ekki hverju rökin voru en náttúrulega þeir allir þessi indóevrópubúar náttúrulega koma þarna að austan heimili indóevrópubúar en sko ættir þá þá getur við sagt skilur allir íbúar Evrópu skilur nema baskar og keltar og eitthvað séu Aríar sko Já, alveg rétt hjá þér og ég þekki ekki alveg nú vel af hverju þeir völdu þetta hugtaka af öllu af hverju þeir gerði ekki meira úr germanska hugtakinu það notuðu það náttúrulega líka germanur og þannig en það náttúrulega verður þetta áhugavert að líta á það
var það ekki, þetta ekki bara eins og margt í þessu með þjóðverðinu þetta bara markasetning og áróður skilur bara búa til eitthvað svona það getur vel verið sem að virkar þetta hljómaði mjög vel já, eitthvað sem á sér einhverja svona einhvers konar stóð sko sem þú getur síðan auðvitað bara búið til eitthvað svona hlaðið utan á eitthvað próduktum en ok, það önnur saga Íran allavega það alveg einmitt góða punktur og orðið Íran kemur náttúrulega af þessu og þetta líka kannski svolítið svona kannski hluta þessu svona þú veist hvernig Íranir voru alltaf að þú veist að svona halda í þennan menningararf sinn sem þú veist með þessi aríska þjóð eða þessi fornpersneska þjóð og þeir glemdu því ekkert og náttúrulega stofnun keisarans Shahin þetta náttúrulega yfirleitt kallað keisari á íslensku það svona þetta orðið Shah kemur náttúrulega frá fornöldinni Shahan Shah, konunga var Xerxes og Darius og svona þetta svona beina línur þarna og við sjáum þetta í symbolík þessarar Pahlavi ríkisins sem þá við getum sagt í rauninni ríkið undir stjórn Pahlavi keisarana fram til 1979 sem hét þá íranska keisaradæmið þar svona öll merki og tákn og symbolík og svona þú veist, það er þetta ljón skiluru og það þessi fornu tákn og þeir notuðu svona titla sem að alveg æva forna titla eins og eitthvað svona þú veist, mástu hvað það var eitthvað man ekki, voða svona háleitir titlar sem þú tengir bara við svona Xerxes og Darius og eitthvað þú veist, man ekki hvað það var ekki að googla það alveg áhugavert sko og líka það sem ég veist áhugavert að þarna sjáum við líka náttúrulega hvað við segja, þetta svona þessi persneska áhrif þeir til dæmis, þeir breyttu ártal þannig að þeir til dæmis árið held ég 1925 þá lögðu þeir niður eða fóru frá þá árinu þá 1343 samkvæmt múslimum yfir í sólardagatal byggt á gömlu persnesku írönsku dagatali þannig að þá fóru þeir til ársins 1304 og það var þá 1343 samkvæmt Íslam og þá breytist árið yfir í 1304 þá samkvæmt þessu persa dagatali og þeir breyttu líka mánuðun og notuðu þá til með svona orð eða hugtök frá þá Sarþústra og við sjáum þessi, ég var að googla þetta hérna Ariamer, Light of the Aryans það hérna titill sem að hann yngri Muhammad Reza tók upp 1965 og svo þetta tók hann líka formlega upp titillinn Shahan Shah konunga og hann auðvitað ekki síður en pabbi sinn var mjög mikið að vinna með þessa fornu tengingu þetta til dæmis náttúrulega 1971 þegar voru hátíðarhöldin í Persepolis þess að vera að halda upp á 2500 ára afmæli persnesku keisarana sástu það ekki, ég setti það ég sé þetta ótrúlegt þetta er alveg ótrúlegt sko. og það var ekkert í Persepolis það sem voru hermenn að marsera í svona Immortals og eitthvað sko. og ég horfði heimildamyndum þetta fyrir einhverjum árum síðan og það var alveg ótrúlegt það er ekkert í Persepolis nei. og það var bara byggð upp bara sko eitthvað glæsi þorp samt svona tjaldborg sko. svona tjaldborg þetta var svona eins og hátíðin á Þingvöllum 1930 sko. það var byggð svona tjaldborgir sko. Nei, bara ennþá meiri lúxus og íbúðir með loftkælingu og neymit og svo flutturinn matur frá Frakklandi alveg klikkað bara, þetta ímyndið að kostnaðinu og þetta voru bara erlendum gestum svo að bóðu þarna persar fengu eða Íranir fengu ekki að taka þátt í þessu og reyndar eitt sem tengist þessu sem við svo fyndið að sko Bandaríkjamenn móðguðust víst þarna sko því að sko þeir buðu öllum þjóðhöfðingjum að koma og síðan voru þeim sko stillt upp sko í hvar þeir sátu og svona við borðið og svona
sko, því var stilt upp eftir sko, svona goggunaröð sko, hversu merkilegir þeir voru þannig að sko kóngar voru þú veist framar heldur en forsetar og forsetisráðherrar og svona skilur já. þess að það var bandaríski forsetin hver var það Nixon? Nei, hver var það 71? Já, getur það ekki Var verið? ekki Nixon? Hann var ekkert hann mætti ekki sko Nei, sendi bara eitthvað svona fulltrúa í staðin sko. já. Svona Bandaríkjun, þetta mesta heimsveldi þarna sko. Já, og svo náttúrulega veistu hver það var sem fekk að sitja við hliðin á keisaranum sko. Nei, ég var það ekki. Það var náttúrulega hann hérna Haile Selassie hann hérna í Eþíópíu Já, og því hann var keisari sko. alveg rétt. Já, það var keisar, já. Það hugsa sér. Þannig að þetta er áhugaverð þessi symbolík sko, Mjög áhugaverð. sem þeir tóku mjög alvarlega Já. í þessu Pahlavi-ríki. Og sér sem er samt líka áhvert með hann þá fyrir hoppum maður aftur á honum gamla Reza Shah. Þegar hann röklast þetta frá því hann fallur undir nasista, að þá hélt hann til Suður-Afrika á öllum löndum og lést síðan þar 44. Já, En það var einmitt líka að þá sonur hann sem tók við. já. En byrju, hvað var nákvæmlega þetta nasista sko, nasistar voru eitthvað að skipta sér þarna í Írak? Já, sko með það sem ég sýnist þetta fyrst og fremst að það hafi gerst er bara Bretum að fundast að hann var of hallur undir þá vegna þess að ekki treyst honum almennilega og svo í þessu valdabörlti Rússa og Sovjetiríkjanna og Bretlands þá velja þeir auðvitað að taka yfir til að tryggja sér olíuna og tryggja auðvitað þá samgöngur og það tryggja það að þeir geti keyrt auðvitað vörum frá Persaflóa og norðu til Sovjetiríkjanna. Til Sovjetiríkjanna, já. Það var öruggast að bólunum frá og síðan alltaf stýru þetta Bretar og Sovjetiríkin Íran, þetta allt fram eftir til, 53 eða eitthvað þá þegar að hann Reza Pahlavi og sonurinn, hann Reza Mohammed Reza Pahlavi. Já, sko, þeir hernámu landið 41 held ég til 46 ef mann rétt. Já. Þá landið í rauninni bara undir hernámi sko. Já. Og hann Mohammed Reza Shah okkar maður, hann tekur við krúnunni 41 sko, þá hann bara 21 árs gamall ungu maður og hann tekur það formlega við og keisari skilur en þetta náttúrulega stjórna náttúrulega hinni náttúrulega þetta svona í orði sko, nei í borði sko. Já. Og síðan þegar þetta valdarán, hernám þegar það líður undir loka eftir stríð þá var alveg smá svona uggur það hvort að Stalin myndi gera það sko, að fara af því það var náttúrulega kalda stríð byrjað skiluru og menn voru hrættur það að þú veist að Sovjetmenn myndu reyna að halda í þessu norðurhéruð af því Sovjetmenn höfðu alveg mikla hagsmuni þarna þetta ekki bara olían, þetta snýrist líka Azerbaijan til dæmis. Já. Azerbaijan var náttúrulega Sovjetlýðveldi og síðan var sko suðurhluti þessa svæðis sko sem er svona menningarlega og sögulega Azerbaijan og fólki býr sko það bara norðurhéraði í Íran og einmitt á þessu stríðsárunum var þetta bara samin að þannig sé eitt sko held ég eða allan að stjórna þannig. Það er til þess bara skjóta en alltaf búa fleiri Aserar í Íran heldur en í Azerbaijan og Azerbaijan er land Aserana. Já. Þannig að menn voru alveg svona pínu og hann var ekkert alveg svona að fara strax en hann gerði það nú samt Stalin og þá þetta bara eftirlét hann í rauninni bara Íran í faðm vesturveldana og það er auðvitað alls konar saga þarna sem við þurfum ekkert að fara svo sem í dýftina á en kannski það sem er auðvitað mikilvægt í þessu sem tengist byltingunni 79 það er auðvitað það að það kemur hann auðvitað mjög öflugur forsætisráðherra til valda Mossadegh sem að var forsætisráðherra upp úr 1950 og það var honum sem var síðan steypt í valdaráni 53 sem hafði alveg gríðarlegar afleiðingar og margir vilja meina að sé í rauninni bara svona undirliggjandi stóru hlutu undirliggjandi ástæði fyrir því af hverju Pahlavi keisarinn sko þrátt fyrir pomp og prakt og 2500 ára byrði þá tókst honum ekki að halda í löggildingu sína. Nei, mitt. Nei, því eins og þú segir, þú veist, jú, að þegar þeir sé að fara hann eitthvað 46 að þetta, hann
þannig sé við völd er náttúrulega mjög takmarkað út af hvaða völd hann er náttúrulega kannski meira náttúrulega getur að tala kannski þingbundi í konungsvaldi, það er satt meira ykkur þannig áttina Já. og þannig svo segir að þeim þetta þegar að valdaráni átti sér síðan staðna 53 og þá var það CIA sem stóð á bakvið það Já. og þá náttúrulega mista hann auðvitað löggildingu því jú, hann komst til valda og náði þá jafnvel meiri völdum en þess faðir hans hafði haft að ýmsu leyti Já, eftir 53 eftir 53 en kostnaðurinn var auðvitað sá að hann náttúrulega var auðvitað þá já, hann var náttúrulega bara orðin þá auðvitað bara leppur Bandaríkjanna og það náttúrulega var samlandarnas auðvitað Litáen sem slíkan og þá náttúrulega snerist þetta allt það að reyna að halda fólkinu niðri og svo hafði hann alltaf þennan stimpil á sér já en þú ert þetta því að CIA kom þið til valda Tölum aðeins 53 rosalega mikilvægur atburður þarna þessi Mossadegh hann er svolítið svona þjóðarhetja Írana að miklu leyti nú ætlum ég ekki fullur það en hann er allavega svona hér í vestrinu myndi nú segja svona frjálslindir lýðræðissinnaðir íbúar á vestrinu myndi nú svona allavega að associera við Mossadegh og ég held að hann sé alveg og hefur á 20. öld verið mjög svona vinsæll í Íran hann var svona kemur úr þessum svona frjálslinda pólitíska bakgrunni og það sem að hann gerði þegar hann var forsætisráðherra var að hann sko reyndi að gera endurbætur sko til þess að styrkja lýðræðið og styrkja svona sjálfstæði Írans frá stórveldunum og gerði það náttúrulega fyrst og fremst með því að þjóðnýta olíuna sko og nú kannski var það ekkert hann endilega einn, þetta er náttúrulega kannski flóknari saga en við getum sagt það svona í tengslu við þetta spjall allavega að við tengjum það við hans valdatíð allavega þegar Íranir þjóðnýttu Anglo-Iranian Oil Company 51 eða 2 og það auðvitað var til þess að Bretar náttúrulega urðu alveg brjálæðir sko algjörlega og þá sko settu þeir á olíubann, verslunabann við Íran já og Bandaríkjamenn náttúrulega standa við baki á því og að styðja við þetta verslunabann og það náttúrulega gerir það verkum að sko Íranir ná ekkert að selja olíuna sem þeir eru búin að þjóðnýta og mikilvægt að huga að þetta náttúrulega liggur við eina tekjulind íranska ríkisins allan lang mikilvægasta tekjulind náttúrulega mjög fátækjur ríki sem að reyna að byggja sig upp Já. Og við getum svo skotið inn líka náttúrulega fyrir heimsstyrjöldinni var mjög blóðu fyrir Íran borgarastyrjaldir og svo náttúrulega spænska veikin og fjallu einhverjum 2 milljónir bara í spænsku veikinni þannig að og setni heimsstyrjöldinu þetta hernumið land og allt þetta samfélag sem hafði ekkert ríkisvald þannig séð þannig að bara það allir sem reyna að byggja upp heilbrigðiskerfi skólar auka læsi, þetta var náttúrulega ólæst já, þetta var samfélag sem vantaði alla svona nútíma innviði Já. Og þetta er náttúrulega allt eitthvað sem var verið að reyna að byggja og helstu þetta saman við þjóðrætningshyggjuna líka að reyna að byggja þarna einhvers konar þjóðríki sem þetta líka var mjög erfitt því þarna náttúrulega fullt af þjóðabrotum og þegar nefnt það, ég held að persar sjálfur í dag í Íran eru bara rétt meirhluti 51%. Já. Síðan ertu með Azera og Baluchi og Pashtun fólk og bara allavegna Araba og Kurdar og bara hvað það er. Já. Þannig auðvitað var þetta mjög viðkvæmt samfélag og mjög erfitt auðvitað að reyna að byggja eitthvað þarna upp og svo alltaf með þessa nú er ég svo breskur hérna í orðræðinu með þennan hrækam yfir sér sem breska heimsveldi var Já. Og eins og nefndi líka alltaf þessar deilur hvað er átt að fá mikið af olíugróðunum en það má reyndar alveg mikið að halda þetta í haga að Bretar auðvitað hægt og rólega kunnu alltaf hlut Írans þannig að ég held að þeir voru komin hérna rétt fyrir þjóðnýtingun voru Bretar fært að bjóða þeim hvort það var hálf helmingin af arðinum eða gróðanum. Já. En engu að síður þá er þetta skiljanlegt fyrir samfélag sem er að reyna að byggja sig upp að velja auðvitað að fá meira til þess að geta sett meira í heilbrigðiskerfi og ég skrifaði það ekki niður en til dæmis bara tölur barnadauða það voru brjálæðslega háar þarna og meðal lífaldur lágur og þetta er óbærslega fátækt samfélag og þetta er auðvitað bakgrunnun og þess vegna svo mikið sjokk að þegar að Shahen til dæmis þá er að vinna með breska heimsveldinu
og Bandaríkjónum og CIA og heimsvaldastefnunni og nýlendustefnunni og hrindir þarna af stað byltingu og hrifsa til sín völdunum og náttúrulega mista hann náttúrulega rosalega löggildingu og þetta þetta bara hangir algjörlega sama við sig að byltinguna 79. En þessi atburður þarna sína líka svolítið svona hans persónleika sem á eftir að svona kannski koma aftur í ljós 78-79 sem það hversu svona veikburða hann í rauninni var þegar að reyndi á að sko hann hafði fengið þarna sko eitt af þessum endurbútum Mossadegh var eins og ég sagði áðan sko að minnka vald keisarans og efla vald þingsins og forsætisráðherrans og það auðvitað mörgu sem fannst það líka ganga langt sko, hann var líka alveg óvinsæll það var líka mótmæli gegn honum svona þessi þetta valdarán það svona fer svolítið eftir hvaða fræðimann þú spyrð sko hversu stórt hlutverk CIA og MI6 spilaði við það að koma honum frá völdum sumi vilja draga mikið úr því sko af því að þetta var alveg líka svona undiralda gegn honum sko af því að hann var alveg byrjaður að vera með einræðistilburði líka en engu að síður sko þá það sem að Shahen sýnir í þessum aðstæðum að hann einhvern veginn hverfur alveg inn í sig og þú veist og ekkert match við Mossadegh sko. Nei. Hann einn ræður ekkert við Mossadegh sko. Nei. Og þegar þessi krísa byrjar þarna þegar það er komið mótmæli gegn Mossadegh og svona þá sko dregur hann sig bara inn í höllin og það sem að Bandaríkin fara að gera CIA og þeir fara að reyna þú veist að mobilisera fólk til þess að hvetja Shahen til að koma fram og gera eitthvað skilurðu og þeir náttúrulega þetta valdarann var gert þannig sko að Shahen eða kóngurinn sko hann var svo eini sem gat komið Mossadegh löglega frá völdum sko þannig að þeir þurftu hann til þess að skrifa undir það og hann vildi það ekkert sko að þeir var svo hræddur við hann fattarðu og það endaði með því sko að hann fór skilurðu til Rómar lét sig bara hverfa og þetta svona stef sem að sýndi sig síðan aftur seinna þegar voru mótmæli gegn honum 63 til dæmis að þá var hann svona indecisive, óákveðin átti erfitt með að svona taka erfiðar ákvarðanir þegar að reyndi á og outsourcaði þeim á aðra og síðan aftur seinna 78-79 sko þá er svolítið erfitt að það ætla að reynir að serra þegar maður getur ekki tekið ákvarðanir en þetta endaði síðan alltaf með því að þeir loksins fengu hann til að gera þetta og eins og segir þá endaði þetta með því að hann þurfti þarna sko að herða sitt vald sko og þá fáum við þarna nýtt tímabili sögu Íransauðvita sem er þá tímabilið 53 til 78 sem er svona eins og segir einræðis tími Mohammed Reza Pahlavi og það þetta mjög merkilegu tími gríðarlega breytingar sem verða samfélagslega breytingar efnahagslega breytingar ekki minnst og mikilvægt að hafa í huga þetta náttúrulega mitt í kaldastríðinu þannig að hann til dæmis er að staða því sem hann kallaði þá hvítubyltinguna það náttúrulega gegn rauðri byltingu náttúrulega mikil hræðsla við kommunisma og rauða byltingu í Íran og hann náttúrulega staðsetti sig og Íran algjörlega í liði með Bandaríkjónum gegn Sovétríkjónum og notaði náttúrulega mikið af olíugróðunum þá í það að byggja upp öflugan her og íranski herin var mjög tæknivæddur og bjóði yfir mikið af fáum og góðum vopnum og byggði upp mjög stóran her og líka svo áhugavert en það sem ég veist líka það maður svo passa sig þegar maður að tala persónur einstaklinga en það samt maður sem bendir til þess að hann hafi verið mjög litaður af kannski minnumáttakend og óöryggi eins og varst aðeins inn á því til dæmis hann breytir nafni varnarmálaráðuneytisins úr varnarmálaráðuneyti yfir í stríðsráðuneyti og þetta svolítið svona eins og Vilhjálmur annar keisari Þýskalands hann var með að vísin á honum annar handleggurinn og áttu við, ef hann var fatlaður ákveðnuleyti og það var rosalega erfitt fyrir hann þannig að hann gerði sérstaklega mikið í því að vera alltaf í herbúningum og
og gera í þessari karlmennsku og þessu hernaðarlega hluta þá keisardæmisins. Þetta er alltaf ákveðum minnumáttakend. Og það er margir sem að benda á að það verið það sami með Reza, þú veist að hann var einmitt þá að gera í því að hann var svo flottu kall, hann var svo mikill kall og til dæmis þannig að þegar að sólkonungunum sagði ríki það er ég, og þá á Reza Pahlavi að sagt sko herinn það er ég, alltaf í herbúning og gerði rosalega mikið í hernum. En það sem er líka áhugavert að þú veist að nefna samfélagsbreytingar er að, og það er það sem er svo sérstakt, þetta er alltaf svo erfitt að eins og í Noregi þá tala við það að þú getur ekki fengið í púsa og sekk, þú getur ekki bæði fengið í hvað maður segja, poka og sekk og þá náttúrulega saman, þú getur ekki bæði borða kukkuna og haldið í hana og eins og þarna að það sem hann var þá að gera, hann reyndi líka nútímavæða Íran, hann reyndi að bæta heilbrigðiskerfi, læsi jókst heilmikið og svona, en til dæmis það sem hann gerði var að hann veikti landeigendur og það sem hann gerði sér ekki grein fyrir það að landeigendur voru í raun verið svona kjarnin sem studdi alltaf konungin. Þannig að því að veikja landeigendur og styrkja borgarastéttina þá þetta var hann að grafa undan eigin völdum. Nákvæmlega. Þannig að til dæmis, og það er alltaf stór hluta af hverju byltingin átti sér stað setna mér að þarna voru landeigendur þetta búin að missa tökir á fólkinu sem þeir höfðu alltaf haldið í áður fyrr. Og þetta er alltaf gott dæmi það að þú ert einræðisherra og þú vilt kröftugt gott ríki, en til að byggja upp kröftugt gott ríki þá þarftu að hafa fólk sem kann að lesa, þú eru auka læsi, en ef fólk getur lesið, þá getur ykkur skrifað í blöðun og gaggrindi. Þannig þá er betra að vera með ólæst fólk sem ekki getur fengið upplýsingarnar og hann var alltaf að reyna að dansa þarna á okkur línu sem auðvitað síðan í raun og veru ekkert hægt. Nei, ekki til lengdar. Þú ert náttúrulega með svona, hvað við segja, þjóðfélagshópi eða stéttir þarna, sko, þú ert náttúrulega með landeigendur, gamla lénskerfið, skilurðu, eins og þú segir, sem er rauninni eina stéttin sem að hefði átt að standa bak við keisarana sinn. Og það er virkilega veikt með sko afnámi lénskerfisins og það er actually svona tegund af umbótum sem að hvíta byltingin snerist það var að afnema lénskerfið og þetta var svona bara svona landreform bara svona eins og þú sérð sko í Evrópu á, þú veist ég heit ekki 19. öld eða 18. öld eða eitthvað sko þess að þeir eru að taka, þú veist, upp land og gefa sjálfseignarbændunum þá í staðinn sko og síðan sko ertu með þennan hóp sem eru þessi svona hinn pólitíska stétt sem er þá sko frjálslyndir stjórnmálamenn sem er í anda við Mossadegh flokkurinn héti eitthvað þjóðarfylkingin eða eitthvað National Front sem var svona þessi frjálslyndi flokkur og síðan ertu með kommunista Tate, ekki Tate flokkurinn eða eitthvað var það ekki sem var bara svona ekta svona sovjet svona komintern flokkur og þetta sterk eða svona kannski ekki sterk en allavega alveg þokkaleg svona marxísk svona tradisjón í Íran sem að var alveg til staðar líka og vinstri sinni öfl og þessi öfl eru náttúrulega algjörlega brotin niður og það er unnið sérstaklega í því bara að móla þetta niður það er að segja þessa pólitísku stétt og síðan ertu með klerkastéttina sem við munum ræða þess betur á eftir algjörlega sem átti náttúrulega eftir að spila aðalrulluna í byltingunni hún svona situr svolítið á hliðalínunni líkar auðvitað sko er náttúrulega stétt sem að sko svona sögulega séð hefur yfirleitt svona stutt hið veraldlega vald sko bara svona svo lengi sem þið látið okkur í friði og svona eru góðir múslimar og svona þá er þetta í lagi sko bara stöðuleiki en þeim náttúrulega mislíkaði rosalega þessi menningabylting sem að snýrist að því að vesternisera landið nútímavæða landið þeir þoldu ekki bikinín og mínipilsin og konurna með síðahárið og bíómyndirnar og allt hvað bíómyndirnar og þetta sko og þannig að það eru bara þessar stéttir sem einhvern veginn honum tókst svona að sko að því að hann alltaf læði svo mikla áherslu þarna á þetta að sko
brjóta niður alla andstöðu fatturu og búa til já, í rauninni svona innreiðisríki eða lögregluríki og því svo þetta síðasti hópurinn kannski sem þú hægt að nefna sem kannski herinn líka sem að hann líka vann að því að hóla innan úr sko, þó svo hann hefði elt herinn mjög mikið sko teknilega séð sko, þá ekki brauta niður svona struktúrun í hernum þannig að þú veist herinn var algjörlega geldur sko til þess að koma í veg fyrir andstöðu gegn keisaranum algjörlega og það átti síðan eftir að býta hann í skottið sko þegar að framliðu stundir því herinn var ekki í standi þegar byltingin braust út til þess að sko verja keisaran eða fremja valdarán gegn til dæmis íslamistunum sko. Það einmitt áhvert og það er svo að sjá það, jú, eins og meðan að hann var búin að kaupa allir hvað var það, F-14 þotur rosalega háþróað og flott hertækjut á sín tíma en og eins skrýtrikar og allir fjandinn en þú veit að verður síðan að vera menn sem eru þjálfaðir í því að beita þessum vopnum og eins og þú segir það alltaf búið að hóla herinu það innan og hann veit að það var mjög veikur sem lítið þó á pappír væri rosalega flottur hvort það var 500.000 manna og sko og allavega hann vopn. Þetta var 50 stærsti her í heimi einmitt þegar það komið fram á 8. áratugin einmitt og við erum að tala sko hann keypti sko alltaf flottasta frá Bandaríkjunum sko, sem segir F-15, F-14 og hann var búin að panta þessar nýjustu flottustu þoturnar frá Bandaríkjunum sko áður en Bandaríkjunum voru sjálfurfatnir að nota þær sko einmitt, og það sýnir náttúrulega líka þetta sérstaka samband sem var á milli Bandaríkjunum og Íran Íran var bara, þú veist ally number 1, bandamaður nummer 1 í Miðausturlöndum og svo sýnir þetta líka það sko að þarna þetta kemur inn í alveg gríðarlegur olíuauður og við erum að tala um sko frá á 8. áratugnum þá er sko bilaður hagvöxtur í Íran eða svona í kringum 1970 og þú veist og þeir eru að hala inn sko milljörðum bandaríkjadólara í olíutekjur á hverju ári sem bara vex sem steigmagnast bara með hverju árinu sko og þetta er náttúrulega ótrúlegt sko ótrúlegt og þennan auð sko getur hann notað í að sko nútímavæða landið og hann gerir það sko þetta líka náttúrulega teknilega skilur það eru byggðar þú veist það er byggður sko infrastruktúr skilur hraðbrautir og flugvellir og þú veist eins og þetta sko þú veist að austasti hluti Tyrklands er skilur eins og fara nokkur 100 ára aftur í tímar skilur og svo alltaf kemur að Íran og þá er alltaf komin á 20. stöldina sko svona þú veist en þá líka aftur að klerkastéttinni að því mér finnst það svo áhugavert og sérstakt að að þarna þetta er svo létt fyrir okkur að horfa á þetta núna þegar alltaf svona margir áratugi síðan og þannig en þú getur alveg sagt að hann hafi verið hægt og rólega að grafa eigin gröf að það eins og nefnir þú veist að það verið nútímavæða ríkið en þá ætlum það að vera að grafa svona undan þessum valdastjættum sem voru alveg máttarstólpar sem héldu upp í keisaraveldinu þess að til dæmis landeigendur og ekki minnstu þetta klerkastjættin að því náttúrulega þetta klerkastjættin hafði gífurlega ítök í samfélaginu og hann náttúrulega eins og við erum búin að nefna þetta augraði þeim mjög mikið með því að fjarlæga til dæmis þessar blæjur og leyfa konum verið í bikiníum og allt þetta og Íran náttúrulega mjög frjálslynt að ýmsu leyti hækkaði til dæmis giftingaaldurinn upp í hvað var 18 fyrir stelpur og úr 13 eða eitthvað já, alveg klikkað þannig að hann gerði allavega svona þannig að hann veitti það og það sem var líka svo áhugavert er að hann var fyrir miklu innblástur frá honum Samuel Huntington sem við nú talaðum áður og Huntington talaði allir það að í ríki sem var að hægt og rólega að iðnvæðast það er mikilvægt að vera bara með eitt flokk og það allir eitthvað sem Reza Pahlavi var upptekinn af líka það var eitt flokkur og þegar hann var líka búin að brjóta niður eins og þarna kommunistan og svona þá var hann svo mikið búin að grafa eigin gröf þannig að það sem að gerðist þetta var að þegar hann var bara með þennan hvað kallast þetta gerir Resurgency Party sem tók
tók yfir þarna undir lokin. Já, 75 eða 6 þá sameinaðan þessa einu flokka sem höfðu verið leyfilegir sameinaði þá í einn. Einmitt, af því þetta var hluti af þessari nútímavæðingunni og framförunum og allt þetta. Já. Og það var náttúrulega var hann sérstaklega búin að fjarlægja auðvitað, hvað var að segja, þessa tálsýn að það væri þarna einhvert lýðræði og eitthvað slíkt. Já. En í staðin fyrir að þetta myndi leiða til meiri sameiningu, sem myndu koma saman þá að vinna meira að því að nútímavæða ríkið, það var náttúrulega bara veikti þetta ríkið, það sýndi það náttúrulega bara á kristaltæru að það var auðvitað bara sjáin sem var að stýra og ekki neitt lýðræði. Nei. Og þá auðvitað var náttúrulega bara tímaspursmál hvenær þetta myndi springa í höndarum á honum. Eða því notaði samlíkingunum að grafa sína eigin gröf, hvenær var búin að grafa það langt niður að veggirnir hrundu yfir hann og hann gróf sér sjálfur. Einmitt. Þetta er þetta er líka þetta þú nútímavæði ríkið eða landið eða samfélagið á mjög hratt. Já. Og notar auðvitað til þess þennan stjarnfræðilega auð sem þeir fengu og það er auðvitað það þegar svona gerist of hratt þá kannski hangi ekki allir með lestinni Nei. Og það er líka mikil til bara rétt skjóta inn að stór hluti af þessu líka var að þetta var svona Patreon-kerfi eða svona, þú fékkst allavega ívilnanir og þú fékkst eitthvað fyrir þinn snúð að vera í tengslum við keisaran, við konung. Já, þetta var alltaf gjörspillt, alveg þvílík spillingu þetta kringum þetta líka. Já. Og svo ertu með þetta element líka að þú ert að nútímavæða sem þýðir auðvitað vesternísera og þetta er auðvitað eitthvað sem við sjáum í öðrum löndum eins og Japan og Kína og svona nútímavæðingin þýðir líka í praxis skilur að byrja að klæða sig í vestræn föt og eitthvað svona skilur og þetta auðvitað líka mörgum ekki eins og við vorum að tala með klerkastéttina en líka það að þetta element með þú ert að taka upp alla ávexti nútíma vestræns kerfis eins og til dæmis háskóla, menntun, flotta tækni, flottan her, flottar hraðbrautir en þú gefur ekki það sem að líka fylgir vestrænum nútíma sem er þá lýðræði, opið samfélag málfrelsi, fjölmiðlafrelsi og þetta sem og þetta er auðvitað svona punktur sem hefur stundu verið nefndur í tengstu við líka Þýskaland, Prússland skiluru, það viðnvættist svo hratt skiluru að einhvern veginn þeim tókst ekki að sumir hafa bent á skiluru að þú veist lýðræði stofnarinn náðu ekki að þróast jafn hratt og tæknin náðu að þróast að því þarna í Íran ferði þó þetta skiluru náttúrulega rosalega flotta háskóla og rosalega flotta verkfræðinga og allt þetta sem við verið að hanna og þeir lögðu mikla áherslu að senda fólk til útlanda, sérstaklega til Bandaríkjanna í háskólanám og ríkið studdi fólk til náms og svona síðan kemur fólki heim og þá það ekki að fá að hafa neinar skoðanir á samfélagsmálunum og fær ekki að taka þátt í neinu lýðræðislegu starfi eða pólitísku starfi og leynilögreglan er að njósnum fólk og þetta helst þau ekki alveg hönd í hönd og þessna líka svo mikið stór hluti af þessu sem að í tengslu við svona uppgang byltingarinnar að hún kemur líka svolítið svona úr þessu háskólasamfélagi, þessu stúdentasamfélagi þetta er svolítið svona mikið einmitt þetta unga fólk sem er orðið nútímavætt skilur sem er að læra eitthvað og vill taka þátt í skilur samfélaginu, fær það ekki. Nei, einmitt. Já. Og svo fannst mér líka sérstaklega áhugavert þarna að þið vorum að nefna líka kommunistana og hræðslan við þessu rauðu byltingu og hvernig það auðvitað brotið á bakaftur. En það sem mér sérstaklega áhugavert er hvernig sú orðræða hafði áhrif á klerkastjættina og þetta íslam í Íran. Og til þess að mér til að lesa hérna þess að ég hef búin að skrifa niður svona slagorð sem klerkarnir voru halda á lofti. Eins og til dæmis Íslam tilheyrir hinum kúuðu og eða Íslam er ekki ópíum fólksins já
hinn kúuðu saminumst hvorki austur né vestur heldur Íslam Íslam fjarlægir stéttaskiptinguna Íslam á upphaf sitt hjá fólkinu ekki hinum ríku eða það skylda klerkana skylda klerkastéttarinn að frelsa hinna fátæku úr greipum eða klóm hinna ríku Já. og það er svo áhugavert, þú getur alveg skipt bara út í Íslam og þú sett inn kommunisma þannig séð þá ertu komið með það sama Já. og það er náttúrulega að því það sem er náttúrulega sérstakt auðvitað við séðan byltingu því nú er konum mjög nálægt henni er náttúrulega það hvernig klerkastéttin síðan náði að taka yfir byltinguna og breyta henni því að byltingin þegar hún hófst var kannski ekki endilega eða var alls ekki bara íslömsk þvert á móti Nei. heldur þetta svolítið eins og bara með bolsjevika og menshevika eða byltinguna í Rússlandi 1917 hún alltaf byrjaði ekkert sem einhver kommunísk bylting heldur náðu síðan kommunistu öflinu til að taka yfir byltinguna og það er náttúrulega svo áhugavert fyrirbreiði nema hvað bara þarna en kannski, hvað var að segja svona þjóðernis, sósialistisk hluta til íslömsk bylting og svo ná prestarnir og öllu eða ímamarnir klerkastéttin að snúa henni við og grípa alveg yfir og taka við Já, sko það er mjög sérstakt Já, sérstakt kannski eiginlega bara frekar Ég veist, í nútíma samfélag því þú voru aðtöða það, þetta er alltaf sama tíma og það verið að tala afhelgunina og dauða trúabræðana og nútímavæðing og allt þetta og við erum að fara inn í trúlaust samfélag og svo er þetta klerkarnir Já, þess vegna líka finnst mér held ég að mörgum finnst svo erfitt að skilja þessa byltingu Já að þú veist að því við þegar við sjáum rússnesku byltinguna eða frönsku byltinguna tala nú ekki byltingarna 1989 sko þá eigum við svo auðvelt með að setja okkur í spór fólksins sem að gera uppreisn og þó sem við séum ekki kommunistar eða jakobínar þá getum við samt alveg skilið sko ég get alveg sett mig í spór einhvers í Rússlandi árið 1917 og sagt skilju, já ég myndi örugglega laðast að þessum málstað skilur búin að fá nóga sem Romanovum og spillingunni og Rasputin en okkur á Vesturlöndum ég held okkur finnist þetta svo erfitt að skilja hvernig rótæk svona bara svona íslamismi sko getur verið svarið og það er auðvitað þetta sem þú segir að þetta eru kannski tvær byltingar eins og þú segir sem er mjög góð svona samlíking við rússnesku byltinguna hvernig það eru svona margir sem koma saman og svo er það eitt sem einhvern veginn er að organisera og ná völdum og það er kannski líka hluta því að því vorum að tala um hvernig sko keisarinn var búin að brjóta niður alla stólpana í samfélaginu að sko af því að hann var búin að gjörsalega púlverisera þú veist allar pólitískar hreyfingar og þá þetta var það eina aflið í samfélaginu sem að hafði einhvers konar svona skipulag það var kirkjan það var kirkjan það voru þess klerkarnir og þeir voru með moskur út allt skiluru og þeir voru með skiluru svona kerfi network skiluru af einhverjum múlum og æjatóllum skiluru og svona skipulag og strúktúr sem að síðan sko gat þá í rauninni tekið það hlutverk að leiða þessa byltingu og síðan taka völdin algjörlega og kannski er það ekkert ósvipað þessu kommunistum sko sem að eða bolsjevikum sko sem mitt þú veist að því að þeir og það er náttúrulega bara beinlínis inn í þetta úrvalssveit framvarasveit verkalýsins doktrín hjá Lenin sem skilur þú veist að það er af því að þeir eru skipulagður af því að þeir eru með strúktúr þá leiða þeir fjöldabyltinguna sko einmitt, það er alveg sama hvað eða alla byltingar þurfa náttúrulega að vera með einhverja hvað við kalla mentamenn sem leiða byltinguna þannig sjaldan að það eru ekki mentamenn til þess meira sem bara Rómaveldi þegar hún tala þessu Gracchusbræður að þetta eru menn úr elitunni sem verði einhvern veginn málsvarar fólksins og reyna að beisla fólkið og síðan stýra og leiða og svo er það líka auðvitað það sko að það þarf alltaf að vera eitthvað andlit fattaru og þú veist þú vill náttúrulega bara svo til að hann kemur náttúrulega þarna fram Ayatollan
Ruhollah Khomeini eða Khomeini Já, sem að sko þetta náttúrulega bara svona líka persónuleiki skilur sem bara svona verður bara svona andlit einhvern veginn mótstöðuna gegn keisaranum Já og þeir eru þetta líka múslimandir sko klerkarnir þeir spila þetta á þú veist að því að þeir eru að verja þessi siðferðislegu gildi þá þetta það sama sem að því við vorum að segja vesternisering sama sem, nútímavæðingar sama sem vesternisering að þá þetta geta þeir spilað og líka skilur þá Íslam og andvesternisering það sama og þjóðirnishyggja og sjálfstæðisbarátta algjörlega gegn imperialismanum sem að eins og vorum að tala það hvernig Shahin hafði aldrei neina löggildingu sko því að hann var beint tengdu við Bandaríkin sko. Og svo líka hluti þess að það til dæmis líka það sem maður getur að benda á hvað áttu við með lýðræði til dæmis og til dæmis Khomeini hann til dæmis sagði sko að það var engin þversögn þó að í stjórnarskráni kemur fram að þetta væri íslamskt ríki og þetta væri stýrt af klerkunum og þú væri með æðsta leiðtogana þannig vegna þess að fólkið elskar klerkana og fólkið trúir á klerkana og fólkið vill að klerkarnir leiði það og ef þetta er hugmyndin sem hann sagði sjálfur þá getur alveg þetta sagt að heyrðu, það sem við erum að gera núna þetta er alvöru lýðræði rétt eins og kommunistin gat svo sem alveg sagt eða Stalin heyrðu, við erum náttúrulega bara málgagn og við málsvarar og verndarar verkalýsin, það er alvöru lýðræði það er vestur þarna í Bretlandi, þú veist, það er bara einhvers konar svikameila því þarna er henni ríku bara plata og jú, það getur við síðan hlegið og gert grína eitthvað þannig en það er samt alveg, þú veist, sannleiks kjarni þú veist, það er eitthvað þarna til staðar sem þeir geta auðvitað unnið með og þetta Khomeini til þeim, skerði auðvitað það þú veist, þess vegna þetta segja þeir auðvitað ekkert að þetta sé einræðisríki heldur þetta sé ákveði lýðræði nema hvað að það er bara stýrt þá auðvitað af andlegum leiðtoga sérstaklega sem það mikilvæg hluti þetta er alltaf 12 manna Shia eða 12 Shia Íslam þá er þeir að býja eftir sko 12 ímaminn komi 12 Shia kallaði þetta og þá er með helt Khomeini því fram að meðan að 12 ímaminn er í felum og að vera að býða eftir að hann komi að þá eigi sig þetta einhver klerkur að stýra ríkinu og leiðbeina ríkinu og þess vegna er það mjög áhugavert að þú ert með þennan supreme leader, þennan æðsta foringja eða leiðtoga, æðsta leiðtoga og það er mjög flókið og það er mjög áhugavert að sjá kort yfir hvernig stjórnsýslan og stjórnskipunin er í Íran þar sem að þú ert með mismunandi hópa og þar sem að þú ert með þennan æðsta leiðtoga efst þar sem að þá er íslömskur löggjöf gegnum sýrir allt og á að leiða allt og þetta er alltaf svo framandi fyrir okkur þetta er alltaf svo rosalega framandi fyrir okkur þetta er það og auðvitað eins og þú segir þetta með sko þú veist, svona sem að kommunisti minna hann var alltaf hann segir bara skilur þú veist, Íslam er fullkomið skilur og það þarf ekkert að skreita það með ykkur hérna svo þegar var að stinga upp að þetta myndi heita sko hérna Democratic Islamic Republic hann bara nei þurfum ekkert að skreita það með ykkur vestrænu orðagljáfri skilur þetta er bara Íslam er bara fullkomið eins og það er einmitt og þú veist og þetta er bara Guð og hann var mjög staðfastur og ég held að ef við skoðum með þess að tvo gauðra saman að við fyrir fram úr okkur sko Khomeini hann er svona ayatollah og það er svona hann er svona þetta eru svona hálfgerðir svona trúar leiðtogar sko hvað voru margir 50 eða eitthvað einhverju tugir og það er ekki svona strúktúr í þessu svo er í til dæmis kaþólsku kirkjunni eða þannig þetta er frekar svona laus strúktúr í þessu sko mikið með dreifstýring í Íslam heldur en í kristindómnum og þessar ayatollar eru meira svona eins og svona einhverju svona fræðimenn eða ekki jú og dómarar og svona guðfræðingar svolítið og hann náttúrulega Khomeini sko er svona gríðarlega vel lesin bara svona guðfræði fræðimaður sem er bara eyðir allri ævi sinni í að bara stúdera textana og
og svo skrifaði hann allir með sér rit sem að fór í dreifingu þar sem hann talar þessar hugmyndir sínar sko, hvernig hægt að beita íslam sem pólitísku afli og þá það auðvitað svona frekar svona nýstárlegar hugmyndir og verður síðan auðvitað áskorun setna þegar alltaf að fara þú veist, að stofna íslamskt lýðveldi og búa til stjórnarskrá í kringu þá það er mjög áhugavert hvernig þeir, þú veist, í fyrsta sinn allavega á 20. skilur að búa til svona tegunda ríki af því að náttúrulega, þú veist, þetta hafði ekkert verið gert áður svona, skilur mjög áhugavert þess að þú ert að lýsa írönsku stjórnarskráni eins og hún er. En það sem er kannski líka með hann Khomeini sko er að hann er svona staðfastur sko, sem myndi segja þrjóskur og þú veist, og hann beygði sig ekkert og það sem við talaðum sko til dæmis að þetta sé svona sko hver hafði meiri vilja til þess að stjórna Íran ef maður setur þetta bara á þetta persónulega level að Ayatollan skilur hann er bara hefur mjög mikinn vilja, hann gefur sig aldrei, hann bara hamrar á þessu bara frá því að hann er sko hann byrjar að mótmæla ríkisstjórninni í byrjun 7. áratugurins og þá er hann handtekinn 1963 og hann er sendur í útlegð og svo er hann 14 ári í útlegð, hann kemur ekki aftur heim fyrir 79 og þá er hann bara í útlegð fyrst í Írak eða í Tyrklandi og svo í Írak og þar er hann bara, skilur bara að lesa trúaritin og vera að halda fyrirlestra og eða svona seremóni, svona predika og og er með svona fylgjendur í kringu sig og, þú veist, og það sem hann segir skilur, það smiklast inn í Íran og hann hamra bara alltaf á þessu skilur við þurfum að stofna íslamskt lýðveldi og þá að vera svona og sjáin er spiltur og siðlaus og hann þarf að fara og meiri segja þegar sko og það er svolítið svona svo byrjar þessi bylting skilur og hann kemur og hún er bara svona færð völdin einhvern veginn og meiri segja þá er hann algjörlega sko ófrávíkjanlegu frá sínum upprunalega markmiðum sko. Hann ætlar ekki að þetta á ekki að vera neitt lýðræðis neitt svoleið sko. Nei. Og það er auðvitað svolítið áhugavert að því að sko auðvitað var þetta, við vorum að tala um hvernig þessi bylting er sko populísk skilur og mér finnst undir í lesum þetta bara svo margar spurningar sem vakna líka bara, þú veist, hvernig gerðist þetta skilur að þú veist, þessi gaur einhvern veginn sumir segja hijackuðu þessu skilur svo er það aðrir sem segja það líka skilur að það er líka mýta þú veist að þegar þú skoðar þú veist það sem meirihluti fólks var að hrópa út á göttunum og svona, það var fólk bara að segja skilur við viljum Khomeini skilur, Khomeini skilur og við viljum Íslam og við viljum, þú veist, fólk var líka að segja það á göttunum sko en það sem er áhugavert við þetta er að sko ef maður byrja þetta saman við aðra byltingar þegar maður byrja þetta saman við rússnesku byltingar áðan og svona og mér finnst líka svona að maður byrja þetta saman við 1989 byltingar þannig í Austur-Európu að þetta er svona sko fólki bara fjöldin einhvern veginn bara rís upp og einræðisherran sem að sko búin að byggja sitt búin að eyða áratugum í að hóla út alla andstöðu og þetta var náttúrulega þessu Austur-Európuríkjunum, þetta var svona lögregluríki sem að var með mjög brútal leyniþjónustu Savak sem að var bara svona, þú veist, eins og getur búið það saman bara við leyniþjónustunnar í Stasi og Securitate, þetta var bara að vera að hlera fólk og þau voru með informants, uppljóstrara út allt í samfélaginu og voru með agenta, þú veist, í öllum skólastofum og öllum kvikmyndahúsum og allstaðar og þvílík ritskoðun og allt sko svo einhvern veginn bara svona rís sko fólkið upp og einræðis er hann bara svona á nokkrum mánuðum eða þú veist stuttum tíma bara sko af því að hann hefur ekki löggildingu það bara hreinlega missir valdið skilur og svo bara á endanum sko þá bara allt í hennu stendur eftir bara einn og ert ekki með neitt vald allir búinir yfirgefa þig röklast bara svona frá fattar þú? Já og flúðu til Reykjavík Já bara þess að hlaupa aðeins yfir þetta þá getum við sagt að þetta byrji sko hausti 77 þessi ólga
mótmæli og síðan í rauninni allt árið 78 þá eru mótmæli og það svona vindur upp á sig og síðan það samt ekki fyrir í rauninni sko hausti 78 sko sem að til mér svo vestrænu sendiráðun og svona fara svona að segja þú veist, herru, hér virkilega eitthvað í gangi virkilega, þú veist, það actually kannski mögulega að fara bara að koma bylting hérna og síðan þessi mánuður hérna haust og vetramánuðinni 78 þá gerist þetta allt og það eru náttúrulega miklir atburður hérna þegar til dæmis hérna þegar kveikt í kvikmyndahúsinu hérna Rex kvikmyndahúsinu sem að yfir 400 manns brunnu inni mest konur og börn og báðar fylkingar kendu hvora öðrum þá voru náttúrulega held í íslamistar sem að gerðu það sko en það var samt einhvern veginn bara freima þannig að það væri Savak sko, leini þjónustan sem hefur gert það og það var bara svona vatn eða svona olía á eldin sko og segir náttúrulega mikið samfélagsálitið að menn trúðu því og það var það sem var ofan á og það náttúrulega segir rosalega mikið hvað Shaheen og Savak var búið að missa alla tiltrú og svo hérna náttúrulega atburður hérna í desember Black Friday eða svarti föstudagurinn þar sem að herinn skýtur á mótmælendur og því svona líkt við svo svarti sunnudagurinn í 1905 byltingunni í Rússlandi sko þegar hérna var fólk sem féll í valinn þar og svo í janúar eða februar þá sem sagt yfirgefur keisarinn landið og hann kemur aftur tilbaka Khomeini og það komið á svona tímabundinni stjórn og svo setja þeir sem þá með svona samvinna á milli þá gömlu lýðræðisaflana og hérna og islamistana en á sama tíma þá sko svona svona alvöru svona byltingar stemming eins og með 1989 byltinguna og svona það sem bara venlögt fólk sko bara svona hægt og rólega magnast alltaf meira og meira fjöldin sem fyrir út á götu að mótmæla fyrst þetta bara einhverjir svona nokkrir og svo þú veist þegar þú fréttir að því hvað í gangi og þú finnur að það örugt að fara þá stækkar alltaf sko hópurinn og síðan á einhvern tímapunkti sko þá fara að koma þessar vopnuðu sveitir sko þetta voru svona komité svona sem var stjórnað sko frá Moskónum það sem voru sko vopnaðir svona ungir svona radikal stúdentar sem voru alveg og það þá svolítið eins og við sjáum með bolsjevikana sko mjög áhugavert og einmitt þá sérstætt hvernig það kom inn í helt heim og það er alveg mikilvægt að skjóta inn að kom inn í og líka halda þetta haga að hann náttúrulega trúði því að hann væri rödd Guðs á jörðu og náttúrulega gífurlegt styrkur og öryggi sem kemur frá því að hafa slíka trú. Þetta svona sem viljastyrkur sko. Já, þetta er sigur viljans. Að því svo sama tíma þá Shaheen sko, hann hefur ekki þennan viljastyrk. Nei. Hann svo óákveðinn. Óöruggur, já. Og svo reyndar að skjóta líka, hann var með krabbaminn líka á þessum tíma, spurning hvort það hafi spilað eitthvað áhrif. Það hefur alveg örugglega spilað inn í þetta sko. En hann lést síðan bara skömmu seinna. Þetta er svo mörg líkindi með þessu svona fall kommunismans líka þessu, þú veist að þegar hann sér sko öldun að byrja sko, þá byrjar hann líka þú veist að gera umbætur sko þú veist, leyfa smá frelsi skilur aðeins að opna á fjölmiðla frelsi skilur og hann meiri segja þarna 78 þá hleypir hann Khomeini heim, það gefur honum amnesti sko, segir hann megi koma heim byrja svona samningaviðræður við fólkið sko en þetta er samt svona svipað og sér, þetta er svona þú veist einhvern veginn, ólgan einhvern veginn bara eflist og svo alltaf bara svona þú veist, ok, byrjum á því að sko að setja út herinn, ok, það virkar ekki þú veist, þá prófum við að með dialóg það virkar ekki skilur við, þá þá vindur þetta upp á sig en þá var þetta líka hluta þessu að þó svo að það hefði ítt undir þessa byltingu að þú veist, það var verið að skjóta fólk og handtaka fólk og svona þá vildi keisarinn ekki drepa sitt eigið fólk sko. Nei. Og hann dróð sér tilbaka og hann var líka tregur við að koma á herstjórn sko.
og ég held að það svolítið með CIA voru að reyna að segja honum að gera það þarna, Separate bandaríski sendi hann sko var að segja við hann að það væri kannski sniðut að fara að gera eitthvað svoleiðis og hann svona dróð það alveg lengstu lög gerði það á endanum sko kom á herstjórn en þá séru það líka sko þá eru sko það verið að skiptum forsætisráðherra þarna síðustu mánuðina þarna og það einhvern veginn er svona sem að sér í þessum öðrum byltingum einhvern veginn svona stjórn sem hefur ekki lengur löggildingu eða stjórn sem hefur ekki lengur stuðning fólksins skilur þú veist það verður byrja að vera erfitt fyrir það að finna fólk til þess að vera í ríkisstjórninni og þú veist og svo þau eru komin út í þarna síðustu mánuðina skilur þá vera þú veist búið að finna þarna einhvern sem getur tekið að sér að vera forsætisráður og svo þarf að fara að manna í ráðuneytin og svo kannski meira segja ráðuneytin sjálf sko hlusta ekkert á ráðherrana sko það var hluta af þessu hausti 78 þá byrjuði nefnilega verkföll allstaðar og líka hjá ríkisstarfsmönnum einmitt þannig að sko ráðuneytin bara lokuðu hurðinni sko og ráðherrarnir komist ekki inn og það er alltaf líka svo kallarast þetta þá einmitt að ríkisbáknið sem allir þessi resar voru búin að byggja upp og höfðu búið til sem svona hluta af sínum valda kjarna eða valda grunni snerist þá síðan gegn þeim þarna voru alltaf þau hlutaði okkur þetta fjall og svo náttúrulega líka það sem mér líka sérstaklega áhugavert við þetta og þegar ég var að kynna mér þetta núna þá var ég að hugsa það var ekki eitthvað breskur sagnfræðingur sem var spurður að því að hann var nýlega búin að fá aðganga einhvern skjalasöfnum í fyrrum Sovétríkjunum skömmu eftir fall Sovétríkjanna og hann spurður út í það svona, hvað er svona stærsta uppgötvunin sem hún gert hingað svona fram til þessa og þá svaraði hann þeir voru kommunistar og mér finnst það svo áhugavert því þá átti hann einmitt við að þegar hann var að skoða skjalasöfnin að þá sá hann auðvitað að þeir trúðu á það sem voru að segja líka þú veist, þeir voru kommunistar stjórnvöldin, þú veist, það er heldur ekkert sjálfgefið og það held ég að séu margir sem geta hugsa sér að múslimi Ayatollah og er þetta ekki bara valdabrölt og tilli ástæður og eitthvað þannig en ef þú horfir auðvitað á byltingur og þú lest það sem þessar menn segja og þessi gerður líka þá náttúrulega sjáum við auðvitað að þeir eru mjög harðir síamúslimar eins og Khomeini var gallharður og við viljum alveg nefnt það að hann náttúrulega lifði ekkert eitthvað mörg ár eftir þetta, ég man ekki hvenær hann lést 89 held ég hann tórði þó allavega svo lengi en til dæmis það sem hann gerði skömmu áður en hann lést var að hann þá trindast að ákveðnum hreinsunum og þá var einmitt sumir sem hann velti fyrir sér hann hafði gert það til þess að tryggja það að hans arftakar væru þeir sem myndu hafa bolmagn og getu til þess að gera það sem þyrfti til þess að viðhalda byltingunni það er til dæmis upp úr þeim hreinsunum þá var allir með þess einni mann ekki hvað hann hét Ayatollah sem dróð sér til hlés og hætti vegna þess að hann var á mótfallinu sem hann vildi ekki þess að blóðsúthellingar á meðan hann sem tók við sem hann sem er við völdi í dag hann stóð alveg í þessu og það er mjög mikilvægt að hafa það í huga þegar maður er eitthvað að spá í Íran í dag og hvers konar samfélag Íran í dag að það er náttúrulega gallhart öfga síja muslimskt ríki til dæmis það að giftingaldurinn náttúrulega var færður niður í 13 aftur eftir að þeir tóku við úr 18 myndi ég segja var aðeins svo ungt sko ég myndi segja það líka og það er það sem er í gildi í Íran í dag en blóðsúthellingar þegar íranska stjórnarskráin var búin til snemma árs eða á árinu 1979 þá skrifuðu þeir í hana held ég að 60.000 manns höfðu týnt lífinu sem svona martýr píslarvottar eða píslarvættir í þessari byltingu og það er mjög miklar ígjur flestir eru sammála að það hafi verið sko nokkur hundru til alltaf 2-3 manns eða eitthvað sem dói í þessum atburðum og það sem gerist eftir að þeir ná völdum að það íslamistarnir er að þeir byrja náttúrulega að hreinsa og þeir byrja með svona byltingarréttlæti skilurðu eins og í frönsku byltingunni og svona
það sem eru sett svona sýndaréttarhöld sko, það sem að menn eru bara teknir inn í dómsælinn og það er bara 10-15 mínútur sem við að lesa yfir en hvað þeir hefur gert af sér og svo eru þið bara teknir og bak við vegg og skotnir sko. Já. Og allir í réttasælunum eru bara með turbana og svo fyndi líka sko svo, þú veist, ákærurnar sem þið setta á þá er alltaf sko hérna, þú veist hvað var það, þú veist, að dreifa spillingu á jörðinni skilur eitthvað svona Já, ég veit Tókuður ekki að lífi, var þetta ekki um 8.000 manns? Þetta voru 8.000 manns á milli sem sagt frá februar 79 til júní 81 þá sem sagt voru 500 manns teknir að lífi pólitískir andstæðingur sem svona andbyltingar sinnar meðal annars kannski þessi sem var frægustur var náttúrulega þessi Hóveita sem var hérna forsætisráður alveg í mörg ár mjög lengi hann var tekin að lífi þarna frægur og síðan mikið af svona savak fólki og herfóringjar sem náttúrulega tóku herinn alveg í gegn tóku hann alveg í gegn og síðan frá 81 til 85 þá voru einmitt 8.000 manns teknir að lífi þetta er ég að lesa hérna upp úr bókinas Abrahamian og síðan kemur önnur bylgja sko sem þú nefndir áðan sem var hérna 88 rétt áður en hann dó kallinn sko þá voru ykkur milli 2 og 3.000 manns sem voru teknir að lífi í viðbót í ykkur svona byltingar réttlæti sko mikilvægt að halda byltingunni hreinni til þess að halda byltingunni gangandi og svona sko hrein og fögur, það er alltaf hluti af öllum svona byltingum hún spillist ekki og fara einhverju villuvegu og hvað það er alltaf sama stefið og svo segir hann hérna Abrahamian sem þá er ég að vitna hérna í bókina eftir Ervand Abrahamian History of Modern Iran hann er einn af þessum nöfnum sem koma oft upp þegar við erum að hann segir hérna að þeir tóku náttúrulega lífi líka mikið af sko fólki sem hafi verið í byltingunni sko byltingi getur alltaf börnin sín þannig að hann segir þetta thus the toll taken among these who had participated in the revolution was far greater than that among the royalists this revolution like others had devoured its own children þessi frægi frasi sko byltingin í þetta börnin sín en það er það alltaf þannig þeir sem eru inn í byltingunni eru oft hættulegri þeir sem eru utan en þeir sem bara þarna, þú veist, Shæin var fallinn og varst eitthvað með Shæinum en hvað er gert núna? Það er farið á meðan að þeir sem eru með byltingunni, þú veist, þeir geta mögulega komist í ykkur nefndir og verið ykkur bakhælda makki og hvað þannig og náð völdum En er ekki hægt að segja það að eins og með aðrar byltingar þá þetta erfði byltingaríkið mjög öflugt ríkisvald sem að þeir síðan náttúrulega byggðu á algjörlega og útvíkuðu ennþá meira algjörlega, það getur maður sagt og það er það sem Íran hefur þetta gert í dag og Íran náttúrulega í dag þrátt fyrir ýmsar takmarkanir er náttúrulega mjög tæknivægt ríki, kannski merkilega tæknivægt og nútímalegt miðað við, og þá nú er ég náttúrulega að tala hvað Bandaríkin hafa lokað á þá við viðskiptaþvinganir og slíkt þá sjáum við þá tækni getur til dæmis bara í öllum þessum eldflögum og flíildum sem þeir eru að framleiða og hafa verið að skjóta á Ísrael Lókur svo mikið bara að nota þetta orð flíildi er mikið betra orð en dróni það er bara einhver enskusletta, það viljum við ekki og reyndar skjóta því en líka að hluti að þessari þjóðernishyggju í Íran var einmitt að skipta út arabískum orðum fyrir persnesk orð það hefur verið mikilvægur hluti af þessum sér einkennum Írans en allavega þannig að flíildi, það er mikilvægt að tala um það en Íran var náttúrulega þeir halda svolítið sinni svona geopolítísku stöðu þannig séð þetta er svona regional stórveldi var það fyrir þó að það hefur verið náttúrulega hluti af bandaríska heimsveldinu þannig séð og það er auðvitað svona verið nefnt auðvitað að það var ákveðin stefna hjá Nixon til dæmis að outsourca sko svona hvað ég segja svona þessu svona day to day stjórn bandaríska heimsveldisins í miðausturlutum til Írans sem var meðal hans ástæðan fyrir að hann var að
þeir voru að efla og svona mikið Já, þannig að það voru þarna dæmi þú veist það sem að Íran undir keisaranum á 8. áratugnum voru að sko grípa inn í hvað var það í Óman og taka niður uppreisnir og svona og voru ákveðið svona veldi þarna já, sem að þeir síðan auðvitað halda áfram að vera eftir byltinguna nema náttúrulega bara fer frá því að vera helsti bandamaður Bandaríkjanna yfir í að vera helsti óvinur Bandaríkjanna á svæðinu já, og þess vegna þetta svona mikilvægur atburður auðvitað algjörlega. af því að hann einhvern veginn breytir allri dýnamík í Miðausturlöndum Já, og svo náttúrulega því þetta er svona þessi íslamska bylting þá auðvitað fáum við svona þú veist þetta það sem er í dag alveg sjálfsagt að tengja saman pólitík og íslam sem að við sjáum svo viðsvegar í Miðausturlöndum algjörlega. en á þeim tíma var það nýtt af því þeir sem höfðu verið að berjast gegn heimsvaldastefnu og berjast fyrir þjóðnisíki og svona fyrir 1979 voru náttúrulega þjóðnisinnar og kannski sósíalistar og þannig sko og voru ekki að nota íslam Nei, sem svona hugmyndafræði gegn imperialismanum og það sjáum til dæmis bara í Egyptalandi eða Bataflokkin í Írak og í Sýrlandi og allt þetta. Já, komið þetta líka þarna bara eiginlega mjög svipum tíma þarna í Afganistan náttúrulega að talibanarnir og þeir fara að berjast gegn sovjetmönnum þar. Huguðu bandamenn okkar, Mujahid. Var það ekki bara 1979 sem að sovjaska innrásin hófst í Afganistan 79? Jú, og það sem var að segja núna ef ykkur horfir á Rambo 2 held ég þá einmitt endar hún á því að það hérna svona verið að viðkerna þessa hugurökku bardamenn og stríðsmenn sem eru að há þessa flottu baráttu gegn Sovétríkjunum. Þannig eru talibanarnir náttúrulega vinir Bandaríkjanna. Ég minnum að þessi Rambo 2 sem endar þannig. Það er mjög fyndið, þar ég mælu með að ég með lítið á það. Það er mjög kalt hennislegt. Já. Svona í ljósi sögunar. Svo þetta tengist það þetta líka því að ég meina Sovétmenn hrindast að þessari innrás í Afganistan að 79 þetta líka eftir að þeir sjá það að Íran er ekki lengur þarna lögreglumaður Bandaríkjanna á svæðinu. Nei, það spilar inn í að þeir ákveða að gera það. Spilar inn í. Já, það er mjög áhugavert. En ef við tölum aðeins þessa klerkastjórn þetta er mjög áhugaverð þessi hugmynd að búa til svona Guðríki, já. Er það ekki þessi kvöld svona theocracy? Jú, ég veit ekki hvað heitir íslensku. Já, það er einn sem þetta eftir huga því það er alltaf ekki til eins svona ríkið Páfaveldi er kannski að síðasta sem þetta eftir huga allavega. En hvernig er aftur þessi hugmyndafræði þarna því að þetta var byggt á þessu sko þarna að það sé þarna að hann er að bíða eftir að komi þarna þessi ímam. Já, þeir eru að bíða eftir að 12. ímamin sem hvar á sínum tíma sé komið aftur og þegar hann kemur aftur þá mun hann taka við og leiða múslimana og þá einmitt þróaði sérstaklega koma inn í þessa hugmynd að í fjarveru hans beri einhverjum lögfræðingi lögfræði guðfræðingi því það er líka það sem er mikilvægt að gera sér grein fyrir það er himinn að hafa melli íslams og kristni hvað þetta varðar að íslam er svo upptekið á lögfræði og þess vegna eru alltaf með þessa mismöndur lögfræði skóla eða strauma innan íslams og það þá gengur út á það hvernig þú túlkar hérna þessi íslamsku lög því náttúrulega kristnin gengur út á rétt trúnað íslam gengur út á réttar gjörðir hvað þú gerir, það er miklu mikilvægara það er svona til dæmis í íslam getur þú lesa Kóraninn og ekki skilu orða í sem þú ert að lesa en það er samt gott og frábært og alveg gott hvort þú skilur hann eða ekki því það hefur bara gildi í sjálfu sér bara að gera það á meðan að í kristinni er það aldrei samþykkt þú verður að skilja hvað þú ert að lesa þess vegna er biblían verið þýdd á öll tungumál á meðan að múslimum alveg saman læsi svona almennt séð það er nóg tók nú samt alveg nokkur 100 ára að gera það var það ekki? Nei, það er stórleikt þetta var fljótt þýtt yfir á grísku og svona þýtt yfir arameísku og þú ert með allavega texta
en jú, þetta kirkjan vildi lengi vel halda honum náttúrulega á latínu en það er líka samt með þess að löngu fyrir Lúther var búið þýða biblíun yfir á ensku og hinn og þessu tungumál já. en allavega hana en þannig að það hefur alltaf verið svo mikið mikilvægara veist, það verður engum í kirkjunni dotti í hug til dæmis að þú er að fara með eitthvað texta og bara svona automatist og það er að gefa þér eitthvað á meðan að í Íslam er það mjög flott að læra kórunum utan til dæmis og það eru menn sem æfa sig í því og menn sem læra kórunum utan en allavega hana og þannig að þá er að vera að býða eftir þessum ímam og þá ætla þurfa þeir auðvitað eitthvað til þess að leiðbeina þeim og það er svo mikilvægt að vera með þessa réttu gjörðir og þess vegna er svo mikil áhersla á það að þú borðir réttan mat þess vegna og það er, þú getur til dæmis ekkert beðið eins og þú vilt það er mjög skýrt í Íslam að þú verður að beðja til dæmis 5 sinnum á dag og þú getur ekkert beðið þær bænir hvenær sem er þú verður að þvo þér fyrst þar þú verður að hreinn þú verður að beðja bænir ákveðin hátt þú beður eina við sólar upprás þú beður eina bæn rétt fyrir hádegi eina einhvern tímann eftir hádegi við rétt fyrir sólsetur og hvort það var eftir sólsetur þetta er einhvern veginn svona þannig að það er ofbóðslega mikið lögfræði kringum allt að þetta gegnum sýrir allt samfélagið hverjum áttu giftast, hverjum ekki hvernig áttu að giftast hvað áttu að innheimta að háa tolla eða ekki eða skilur, hvernig skiptur þessu eða hinu allan svona lögfræði spurningar og það eru þá sharia lög sem að já, og það er þá sharia sem gildir og auðvitað þá líka sérstaklega hvernig Múhameð hagaði sér og Múhameð náttúrulega er hinn fullkomni maður í Íslam og allt sem Múhameð gerði er til eftirbreytni þannig til dæmis Múhameð litaði skeggi á sig rautt samkvæmt einhvern sögum og þess vegna sérðu oft múslima með rautt skegg þess sem búið litaði með sérstaklega rauða lit hefur ekki séð hann Jú. Það til dæmis lutaði einhver sagði segir að Múhameð spýtti fræjarnum úr vassmelónunum út úr sér þegar hann borðaði þær og þá spýtur fræjarnum út úr vassmelónunum þegar hann borðar hana þannig að það er allavega svona og þá náttúrulega ertu að koma með þá klerkastjórn sem er að stýra öllu og eitthvað þá skipta sér að því og mikilvægt allir að giftingaraldurinn sem lækkaði niður í 13 og það allir með svo mjög öflugar herferðir rétt eftir byltinguna hvetja fólk til að eignast því smörg börn og að gátu og það var gífurlegur fólksfjöldi í Íran og náttúrulega mikilvægt að halda það líka til haga í Íran búa náttúrulega 90 miljónar manns í dag þetta er náttúrulega stór ríki, hvað það var þar Já, búið svona margir að það en það hefur aftur á móti snúist gjörsamlega og síðan hrindu það rosalega herferð í að takmarka fæðingar þannig að Íran er það samfélag sem hefur á sem skemmstum tíma farið úr því að eignast hvort það voru eignast að meðaltali 6 börn, 8 börn yfir í það að þeir eru eignast held í 1,2 núna Já. Þannig Íran oftir að hrynja ákveðnuleyti hvað þetta var það vantar svo mikið ungu fólki og fólk eignast ekki börn í Íran í dag Já. sem er mjög áhugavert Já. Þetta tók þá bara 17 ár en það var til dæmis að þá voru sett bara þá komu klerkarnir bara með ný lög og ný svona hvað var að segja hvatningar til dæmis fari ósfórsömis aðgerðir þeir mega eiga það að þau juku aftur að reynda læsi núna var ég að vega að því í Íslam almennt hvað er lélegt læsi og það er það auðvitað mjög mörgu stöðum en klerkastjórn í Íran barði sérstaklega fyrir því að auka læsi hjá stelpum þannig að langflestar konur eru læsar í Íran í dag og það hefur náttúrulega líka haft áhrif á fæðingatíðinina en síðan er náttúrulega líka hlutir af þessu eins og til dæmis hann Salman Rushdie sem skrifaði nú bókina Satanísku versin hann var nú ráðist á hann hérna fyrir ekki 2 ár síðan og hann misti auga og hann skattaðist alvarlega í þeirri árás svo árás sem meðal hans út af því að hann var ekki Khomeini sem gaf út einmitt á yfirlýsingu að hann væri rétt dræpur hann gaf út á fatwa eins og það kalla og einmitt út af því að í satanísku versónum er Salman Rushdie náttúrulega þeim finnst það náttúrulega vera að vega að Múhameð og þessi satanísku versi náttúrulega mjög viðkvæmur hluti af Íslam og eitthvað sem er mjög viðkvæmt að ræða gengur út af það að djöfullinn að plata Múhameð og gefið honum sem þetta vers og Múhameð hélt að versin væri frá Gabriel erkiengli og þá frá Allah eða Guði en það sýndi sig að þetta var djöfullinn og náttúrulega gallið með svona sögu þá er að ef djöfullinn plataði Múhameð einu sinni hvernig vitum við þá ekki hann að plata hann í ykkur önnur skipti sem komist þá inn í kórnin
og sumir múslim haldaði fram að þetta sé bara lygi og hafa aldrei átt sér stað en elstu heimildir benda til þess að þetta hafi gerst að Múhameð hafi skipt það spurning hvernig með orða hvort hann skipt skoðun allan að sæða að Satan hefði sagt honum eitthvað vers og þau þá dregin tilbaka og við vitum að það er mesta líkur á því að þetta gerist vegna þess að heimildirnar eru svo gamlar og það koma frá aðilin sem hafði engan hag að því að sverta nafn Múhameðs. Þetta er svona svo eins og þegar að Jesú kallar Pétur postula Satan vík frá mér. Það er náttúrulega eitthvað sem lítur voða illa út að fremsti postullin sem kallaði Satan og Jesú reiður við hann. Það er ekki einhver sem kristni menn eru að búa til. Þú skilur, þeir kalla þetta hvað kallaði þetta? Argument of embarrassment. Eitthvað sem er náttúrulega, þú veist, óþægilegt fyrir trúna. Það er mjög ólíklegt að áhangendur trúarinnar hafi fundið upp eitthvað slíkt. Ég skil. En allavega hana. Já. Þannig að þessu náttúrulega er mikilvægt að gera sér grein fyrir því að þessi æðsti leiðtogi, þessi Ayatollah, náttúrulega þá gegnum sýrir allt samfélagið þetta með sharia sem er þá vegurinn eða þá með þessi lög íslamska ríkisins og þá er líka mikilvægt að gera sér grein fyrir því að það að vera píslarvottur og deyja píslarvætti stauða er mjög mikilvægt atriði í Shia Íslam og þeir rekja sig alveg aftur til hans Ali sem var tengdasonur Múhameð segir mann rétt, giftur Fatimu sem var uppáhalds dóttir hans ef mann rétt og þeir haldaði fram sig að hann hafi verið réttmættur ímam og er þess svona móti sunni muslimónum sem líta á aðra ímama en Ali lést píslarvættistöða og það skipti mjög miklu máli nefnilega fyrir sérstaklega Shia Íslam þetta að deyja píslarvættistöða og það er eitthvað sem þeir hafa notað mikið og það er skekkur í það miklu öfgar og við ætlum nú að tala um það en við höfum ekki haft tíma í það en til dæmis í Íransstríðinu þá voru ungir strákar kallaði til og voru notaðir í hernum þá voru að tala kannski 8, 10 upp í 16 ára gamla stráka sem voru þá spurði hvort þau væri tilbúinir að deyja píslarvættistöða fyrir byltinguna, fyrir Guð, fyrir Shia og þeir voru þá notaði til þess að hreinsa jarðsprengjur. Þannig að þegar að íranski herinn var að sækja fram þá gegn Írökum þá sendur þessa ungu stráka fyrst til þess að stíga á jarðsprengjurnar og springa þá loft upp og þannig komast beint til himna og þannig að það búa til leiðir í gegnum jarðsprengjurnar þannig að herinn geti síðan fylgt á eftir. Já. Og við erum að tala að það er fleiri þúsundir sem létust á þennan hátt. Já. Náttúrulega Íransstríðið auðvitað þess að segir við náum kannski ekki fara á dýftinni í það en það er auðvitað svona það er náttúrulega frá 1980 til 89. Er ekki 88? Ha. Viltu það vera 8 ár? Er ekki 1988? 88. Já. Allavega sko hefur enga hernaðarlega niðurstöður eða geopolítiska niðurstöður þannig að þetta er bara svona stórum hluta skotgrafa hernaður sem að hreyfist lítið og svona en náttúrulega hefur auðvitað þessi áhrif sko að konsolidera byltinguna og þetta nýja byltingaríki algjörlega svolítið svona eins og margar svona byltingar þurfa eitthvað svona stríð og árásir bara eins og eftir rússnesku byltinguna eftir frönsku byltinguna, skilur, þetta gerist alltaf af því að þessi byltingu, þetta var ógn við náttúrulega sunni ríkin, Írak og Abu Dhabi og Kuwait og allt þetta og var ekki mitt þannig að Saddam var alveg tilbúin til að koma að friðarviðræðum miklu fyrr sko þau voru að hlutast fyrir það stórveldin og Saddam var alveg til í það en Khomeini vildi það ekki af því að hann hafði svo mikið hagaði að halda þessu gangandi sko. Algjörlega, hann hafði það og þá er til dæmis líka mikilvægt að hafa það í huga að fyrst að Íran og klerkastjórnin lifði af 8 ára blóðugt stríð gegn Írak með sko eldflaugum og skotgrafahernaði og efnavopnum og hvað það var þeir lifði af 8 ár af slíkum hernaði þá getur menn alltaf bara gleymt því í dag að eitthvað er sko eldflögu árásir og eitthvað lofthernaður sé að fara að fella klerkastjórnina í Íran
klerkastjórnin í Íran stendur mikið fastara en margir vilja trúa og sérstaklega náttúrulega þegar það svona andstæðingur utan sem þetta ræðst á því og jafn hatar andstæðingur og Ísrael eða Bandaríkin eða hvað það þá þú sért á móti klerkunum og komum upp í kok af þeim þá þeir samt oft skömminni skárri heldur en Ísrael eða einhver annar andstæðingur þetta sameinar þetta stríð sameinar það gerir það sko algjörlega það eru 2 þemu sem við verðum aðeins að drepa á fyrst við erum að tala Íran og byltinguna sko það hérna annars vegar kjarnorkan og hins vegar kvenréttindi mér finnst svolítið áhugavert þegar maður talar þegar maður er búin að vera að fræðast aðeins sögu Írans á 20. öld og að sko kvenréttindi eru mjög stór hluti af þessari sögu og mikið nefnt sko ekki bæði tengslu við hvernig náttúrulega þessi klerkastjórn hefur oft þótt sko fjandsamleg konum og kvenréttindum auðvitað þá sko auðvitað var það líka hluti til þess að menningabyltingunni var að efla rétt kvenna þar til þess fengu kosningarétt hjá honum hjá keisaranum og nota benni náttúrulega þetta var allt auðvitað svona fake lýðræði þar auðvitað og eins og það í Íran líka í dag Íslamska lýðveldi náttúrulega kannski svolítið svona svipað og gamla einræðisstjórnum því leiti skýrir að þú ert með í staðin fyrir Shah þá ertu með svona supreme leader og svo ertu þetta með forseta sem kjörin af fólkinu og þú ert með þing sem kjörið af fólkinu og svona þannig eins og í alvöru svona einræðisríkjum þá náttúrulega og eins og í kommunistaríkjum og svona þá passa þér allt upp á það hverjir það eru sem að bjóða sig fram til kostninga og svona en það minnkar alltaf kostninga þáttaka í Íran en þetta var alltaf svona þema það var þetta með sko klæðaburð kvenna og svona það að gera klæðaburð kvenna meira frjálslyndan og síðan sko að mótmæla því undir keisaranum og síðan aftur núna eftirbyltingun einhvern veginn að herða á því sko og svo hvernig þið náttúrulega þetta konur eru þá náttúrulega þú veist núna síðustu árum svolítið svona andlit mótstöðuna gegn klerkastjórninni eins og við höfum séð bara í fréttum á síðustu árum algjörlega og burkan og slæðan og níkap og svona merkjum þetta allt saman algjörlega og náttúrulega Íran í dag náttúrulega ef kona náttúrulega verða auðvitað að hylja hár sitt eða ætla að fara eitthvað út og eða gera það ekki geta lent í lögreglunni og einmitt svona keisarenjan man ekki hvað hún heitir konan hans sem var drottningin hún var náttúrulega svona egypsk prinsessa og hún var svona svolítið svona fyrirmynd fyrir svona þessa svona kvenfrelsis baráttu sem þá í rauninni baráttan gegn þá feðraveldinu eða gegn þessu sko slæðunni þessu íslamska slæðunni sko algjörlega hún var alltaf svona glæsileg svona nútímaleg en samt finnst mér svo áhugaverð þessi hvað kallar ekki svona tvískipting að á sama tíma sem þú ert til dæmis með skýra reglur og konur eru neittar til þess að klæða svo ákveðin hátt þá voru samt áhersla á til dæmis að mennta stelpur og við sjáum það allir með þess bara undir síðan að byltingin átt sér stað og þá hefur til dæmis menntunum meðal kvenna stóru aukist og meira sér sko í háskólamenntun og það er til dæmis þannig að það eru fleiri konur í háskólum í Íran en það eru kallar það sé ekki slag upp í 60% hvort sé kringu 56-58% eða eitthvað þannig konur þannig að konur eru almennt mjög menntaðar í Íran og það er eins hluta því okkur frjósemin hefur hrunið svona og það finnst mér svo sérstakt í svona samfélagi að þú ert með þessar tvær hliðar og svo man ekki hvernig var með skilnaðin ég held ég að Shahin hafi ég meitt bannað það í Íslam skilnaður svo einfaldur sem svo að karlmaðurinn segir ég vill ekki lengur vera með þér, nú eru skilin og þá það hjónabandi búið og meðan að konur get ekki skilið og handlinn spannaði það Nei, þær þurfa dómsúrskurð það þurfa dómsúrskurð, já það er rosalega erfitt og margir þarf að fara í kringu það því til dæmis að því konur eru bara þessi vitnisburður kvenna hefur bara helmingsskildi á við menn þannig að þú ert að með 2 konur á móti 1 manni þá eru standaði jöfn þannig að ef þú ætlar að bara konur sér vitni þá þáttu býsna marga konur á móti kollunum og
og Shahinu það var að vega mikið af þessu og auðvitað þannig fekk hann auðvitað klerkastéttin upp á móti sér. En svo var það nú við tengjum kjarnorkusprengjuna náttúrulega alltaf við þarna það ég að fara að sprengja Ísrael og svona, en það var nú ekki Khomeini sem byrjaði með það var Shahin. Jú, Shahin var bara að segja þessu. Hann byrjaði með að byggja upp kjarnorku á 8. áratugnum, reyndar ekki sprengju, og það auðvitað margir sem hafa spurt sig af hverju þarf einna stærstu olíuframleiðendum í heimi að nota kjarnorku til upphitunar. Það er mjög góð spurning. En mér finnst það samt, ég veit ekki, er það svo vitlaust að eins og ég meina annað svona olíuríki þetta Noregur sem hefur nú, það er líka áhugaverð samlíking sko að skoða hvernig Normenn hafa nýtt olíuauðinn versus hvernig Íranir hafa nýtt olíuauðinn. Mjög ólíka sögur, samt svona tvær alveg moldríkar olíuþjóðir. Að sko náttúrulega Normenn vilja nota olíuauðinn til þess að fjárfesta í endurnýjanlegri orku og svona og huga að framtíðinni sko. Og þú hugsar að þannig þá er það ekkert galið að nota olíuauðinn til þess að fjárfesta í kjarnorku. Nei, alls ekki, það er góð punktur. Af því að það er mjög sniðugt að vera með það búin að koma sér upp flottri kjarnorku þegar olían hættir. Kjarnorku náttúrulega er mjög umhverfisvæn og góður orkugjafi. Já. Deyja fleiri út af úr kólaverum heldur nokkuð um kjarnorku. Já. Það byrjaði samt svona með Shahin sko, þú veist að hann var svona hvort þeir voru, ég held að það var ekkert verið byrjaðir að framleiða kjarnorku eða svona færa sig í þessa kjarnorku vopna áttis og Íranir að vera að gera. En hann var samt svolítið svona í viðtölum og svona við vestrænu pressuna og svona oft svona eitthvað því einhvern veginn svona og segja svona hluti svo þú veist eitthvað svona, ég er nú ekki ennþá góð með kjarnorkusprengju en ef það er þannig að smáríki eiga núna að vera með kjarnorkusprengju eins og Indland og Pakistan, ég meina þá finnst mér nú eðlilegt að ég sé með það líka sko. Og ég þekki ekki þess að sögja en mig grunur einmitt að Indland og Pakistan hafi verið mikilvæg hluti af þessu bröldi og svona er þetta sannleikurinn sá náttúrulega kjarnorkusprengju virka. Það er ástæða fyrir því að Kim Jong-un er nú ennþá þarna í Norður-Kóreu og þeir sigla svona eins og þeir gera það er mikið sem þarf til þess að ráðast á Norður-Kóreu á meðan að Íran þeir fá að kenna svo sprengjum. Já. Náttúrulega raunveruleikinn. En þetta er kannski svolítið dæmi líka einmitt Shahin sko, að hann var líka svona þegar var farið að líða á seinni hlutan á 8. áratugnum sko, þá var hann byrjaður að vera svolítið svona hann var ekkert svona algjör leppur sko, hann var farin að svona reyna að siða svolítið vestræna leiðtoga til og gaggrina Bandaríkin og gaggrina vestræna leiðtoga svolítið og var svolítið svona mikið í pressun að tala til mig segja ekkert voða lítið við írönsku pressuna sko. Var alltaf einhvern viðtölum við vestrænu pressuna, bandaríska fjölmiðla og svona og var alltaf með einhverja bombur og svo náttúrulega gerist það þarna 70, var það ekki 76 eða 77 sem að Jimmy Carter kemur og þá verður ákveðin svona stefnubreiting hjá bandaríkjamönnum sko, fara að tala um mannréttindi og svona og það var keisarinn ekkert mikið að fíla sko. Nei, lítið áhuga á því og að þjóttar nefnum við viðtöl, ég mæl með líka einhverja áhuga, það leitt að viðtöl við það því að til tölvölda viðtölum á YouTube og það er áhugaverð að hlusta á hann náttúrulega hámentaður og náttúrulega kláru þetta kallinn og það er áhugaverð og hann talaði þetta ensku þannig að það er mjög áhugaverð að hlusta á sig með þessu viðtölum við hann, þú veist að því þá færðu þarna ertu bara alveg við lindina, þú veist, þú færð beint hvað hann var að hugsa. Algjörlega. Þessu viðtaliðan á YouTube held ég við, var það 60 minutes eða eitthvað? Jú, það er mjög áhugavert. Það sem að tala við hann og þá er hann alveg voða svona, þá er einmitt olíukrísan er það ekki í gangi og hann er svona hann er svolítið að bjóða Vesturlundi byrgin þar einmitt. En það er kannski líka svona að mér er oft hugsað svolítið til svo ég nefni það nú bara enn einu sinni í þessu samtali sko, samlíkinguna við til dæmis byltingarnir 89 og Ceausescu og svona þú veist að hann er þú veist, hann ávita löggildinga vandamál að stríða skilur að því að allir vita skilur að bak svona í grunninn sko þá er hann þykkur hann vald sitt frá stórveldinu
Já, en á sama tíma þá hann líka sko orðin svona loose cannon sko já, einmitt og að þú veist stjórna ríkinu sínu svona í ykkur svona átt sem að einhvern veginn margir ekkert að fíla sko. Nei, það er mjög áhört. Herru, eitt hérna því hefur verið fleygt fram að íranska byltingin sé vinsælasta bylting allra tíma. Já. Discuss. Já. Það hefur verið sagt sko, þetta ykkur rannsóknir hérna, ég man ekki hvar ég hefði þetta var í ykkur bóku eitthvað stærra sem ég voru að lesa þetta hérna 10-15% þjóðurina tók þátt í byltingunni í Íran 78-9 og meðan 5% þjóðurinnar í frönsku byltingunni tók þátt. Já. Ég geti mér ekki vísað í hvaðan ég hef þetta því ég skrifa þetta bara hérna niður á blað. Já. Ég get kannað þetta eftir hvort þetta séu rétt að tölur hjá mér. 1,5% þjóðurinnar tók þátt í rússnesku byltingunni 1917. Já. Nei, ég kaup alveg þetta því það er alveg rússneska byltingin ekki til dæmis ef við byrjum bara þar ef það hefði verið almenn kosning í Rússlandi höldu Rómanófunum eða ekki þá hefði meirhluti rússneskra bænda kosið Rómanófin vegna þess að þú veist þeir þekkti ekki annað með ólæsa ómenntaðan bændalíðin sem er náttúrulega alin upp bara við guðhræðslu og feðraveldið og stóri pappi er Rómanóf keisarinn svo mikil einföldun en þú veist það ég fullviss að það hefði farið þannig en þarna er aftur á móti komið með samfélag þá Íran og byltingin þar sem að þessi Pahlavi fjölskylda er búin að vera gjörspilt heilengi og hann síðasti Pahlavi er búin að vera hann með völd síðan já, hvað að segja nokkurn veginn 41 þegar pappans fór frá eða þá ekki við það mismöndi hversu mikið völd hann var með en allavega er búin að vera svona toppurinn síðan þá áratugum saman og með litla sem enga löggildingu mannréttindabrot og búið mikil óánægju yfir lengri tíma og svo náttúrulega samfélag líka þar sem náttúrulega þar sem að það er ekki komið internet og samfélagsmiðla og slíkt en samt auðvitað, þú ert með sjónvarp og útvarp og fullt af dagblöðum og þannig og léttar að dreifa upplýsingum og auðvitað borgarvæðing og allt þannig þannig að ég get alveg ég kaupi það alveg að þessi bylting hafa verið mjög, mjög vinsæl og kannski svo vinsælasta Já Svo þetta voru hérna þjóðaratkvæðagreiðsla eftir að Khomeini kom tilbaka og þá var hérna 99% sem að kusu að leggja niður keisaraveldið og 99% þeirra sem tóku þátt og það var met kjörsókn það var 20 milljónir af 21 miljón sem var á kjörskrá tók þátt í í þeirri og auðvitað með bent á það auðvitað var það dúbjus framkvæmt þeirrar þjóðaratkvæðagreiðslu og alltaf þeirra 99% sem segir já við ykkur sko. Já, algjörlega Hvernig var þetta aftur sjálfstæð Íslands? Mástu það? Já, var það ekki var það 90, það var 89 það sem ég man sérstaklega eftir þar var allavega að Ísafjörður var stötti mest konungin 98% kjörsókn Já 100% á Seyðisfirði og Vestur Skaftafellssýslu og það var 99% 99,4% sem sögðu já við því að afnema sambandslaga samningin og 98,5% sem sögðu já við nýju lýðveldi stjórnarskráni 1944 Já, ok, það var svo hátt Já, það var mjög hátt Þetta er nú bara næstu því svo í íransku byltingunni Já, þannig að við getum spurt okkur hvernig framkvæmdi þarna hafi verið Nei Vega löggildingu Íslands Já, við ætlum að taka það fyrir hérna við búum lengi að skræða okkur að tala sjálfstæðisbarátuna Já, algjörlega Nei, þetta er áhört En síðan er þetta líka því svona, við þurfum að fara að enda á þetta bráðum en hann náttúrulega lést síðan Shahinn hérna úr krabbamenni og það er áhugavert á ég man ekki hvaðan hét sem var forseti Egyptalands þarna á þessum tíma en hann hélt allavega flotta jarðarför fyrir hann og af öllum þá held ég að Nixon fór í jarðarförina því það er líka áhugavert ég mæli með að ég hlustaði þess að viðtöl við Nixon og Nixon talaði
mjög vel Reza og Shine og við erum það áhugavert mjög áhugavert Já, en það auðvitað verið nefnt sko með náttúrulega hann hafði mismunandi tengsl við þessa eina ýmsu bandaríkjaforseta sko, hann hafði ekki gott samband við Kennedy held ég. Nei. Og Nixon sko, þar var bara policyið svolítið bara svona dælum í á vopnum og höldum þeim gangandi sem okkar mann í Miðausturlöndum og svo bara drullu sama hvað þú ert að gera í innanríkismálum. Já. Og svo Bretar og Bandaríkjamenn voru ofta að svona pota í Íran sko með endurbætur og hinnum ýmsum málum sko. Já, einmitt. Og þetta náttúrulega Jimmy Carter sem að þetta setti svona mannréttindamál svolítið á oddinn í kosningabaráttunni og svona. Já, hann gerði það. Herðu, hostage crisis maður. Já. Þetta svo mikið efni í tengslu við þetta. Já, maður kemst ekki yfir þetta sko. Já, maður kemst ekki yfir þetta allt. Það bara að taka annað þátt það. Já, ég vil taka það. Og ég var alltaf ekki að teldi ná að tala svo sem Íran-Írak stríðið sem það átti að vera stór hluti af þessu. En við erum bara að koma að þessu setna. Það verður kannski framhald að þessu við tökum fyrir gíslatökuna og Íran-Írak stríðið. Já. En ég held að við þurfum kannski að fara að láta gott heita hér. Við erum kominir vel á tíma. Jöp. Hér í Hlaðvarpinu Söguskoðun. Við segjum þetta þá bara gott held ég hér í bili. Margar spurningar sem að vakna í tengslu við þessar umræður, allavega hjá mér. Mér finnst bara einhvern veginn eftir því að ég les meira írönsku byltinguna því fleiri spurningar vakna. Já, algjörlega. Og líka það er svo margt áhugavert líka bara aðrar deilur þú veist, svo þegar var ekki Pakistan og Íran núna eitthvað að skjóta hvað annan fyrir hálfu ári síðan eða hvað það er og svo eru Talibanar líka eitthvað að ógna þeim og allavega það er líka að vera uppreisnarhópar þarna og það er líka hluta byltingunni að já, þessir þegar Baluchi fólki gerði uppreisn og kurdar og ég veit ekki hvað og hvað þannig að það er, já nóg af sögum Við þökkum þó fyrir okkur hér í dag við erum ekki alveg að baki dotnir hér fyrir sumarfrí, við ætlum að koma hér saman einu sinni áður en við förum í frí þannig að stay tuned fyrir það við minnum hlustundur á netfang þáttarins söguskoðun@gmail.com þar er hægt að hafa samband við okkur það er einnig hægt að hafa samband við okkur á Facebook og hlaðvarpið að sjálfsögðu sem fyrr er aðgengilegt á öllum hlaðvarpsveitum að því sögðu kveðjum við héðan í dag og sjáumst fjallhress í næsta þætti verið sæl feiki spjall maður